komið góð á þetta. Kemur ekki örgulega? Alltaf? Já. Bara að byrja. Góða kvöldið, ágætu áhorfendur. Nú tímamóta hlutir að gerast hér í Segin Pizza í Egilshöllinni. Við ætlum að sýna núna beina útsendingu í pílukasti hjá úrvalsdeildinni hjá okkur hérna, hvað maður segja, okkar betri mönnum sem eru að kasta fyrir hönd okkar landslýs og okkar svona öflugra kastara. Við verðum tveir hér að lýsa, Páll Sævar, góðkunningi okkar hérna, landsleiksþula. Já, þakkaði fyrir það og gaman að fá að vera með ykkur hér í Egilshöllinni í kvöld í þessari tímamóta útsendingu, þó að þetta sé nú ekki fyrsta sinn sem að pílukast í beinni útsendingu í sjónvarpinu. Einhvern tímann man maður eftir því að ónefnd sjónvarpsstöð lýsti þessu og sýndi frá Íslandsmóti í pílukasti þegar að Guðjón Grindvíkingur var svona allt í öllu. Hann var auðvitað 11-faldur Íslandsmeistari og legend. Algjörlega óstöðandi, en þeir eru margir sem að koma hér fram á sviðið í kvöld. Við fáum eina 4 spennandi leiki og það verður gaman að fylgjast með þessum leikjum og sjá hvernig menn eru komnir og voru langt í pílukasti. Þetta hefur tekið alveg stórt stökk hjá okkur vegna þess að það komið svona innspýting inn í þetta, mikill áhugi á mönnum og þjóðfélagið eftir komið á flegi ferð í þetta og við reynum að breiða boðskapinn út og við vonum með að þeir séu ágætis pílukastar að sýna okkur að allra besta sem þeir geta búið til. Já, það alveg nokkuð ljóst og fyrsti leikurinn sem við komum til með að fylgjast með hér í kvöld leikur Halla og Jobba og það fyrirkomulagi í þessu að sá sigraleikinn fyrst vinnur 11 ramma. 11 leggji öll veldur. Og kostuðu upp á það hver byrjar leikinn og Hallgrímur byrjar að kasta í búlið. Þetta svona þess eðlis að við byrjum þetta á 501 eins og gengur að gerist og núna eru þeir að byrja að kasta upp á hver fara að byrja leikinn. Raudan. Þeir verða að hitta annarkot grænt eða rautt búl. Já, græni eða rauði reiturinn sem að telur, annars verða þær að kasta aftur. Það 25, Jósef byrjar. Hann náði þessu fyrst og það verður gaman að fylgjast með honum. Þetta strákur frá Filippseyjum, býr suður með sjó. Já. Og búinn að kasta pílu í töluvert langan tíma og við sjáum hvernig honum reiðir af. Eins og venjan þá náttúrulega byrja menn að kasta í þennan reit sem 3x20. Ef við útskýrum hringinn aðeins þá það ysta lagið 2-faldur og innri hringurinn með rauðu og grænu 3-faldur Þannig að þeir eru að hitta eins og í þessu tilviki í 100, vel gert. Já, vel gert og þetta pílu Halla, hann hefur verið mjög góður út af farið. Hall náttúrulega einn af okkar betru pílukasturum og hefur farið virkilega fram síðustu ár og gaman að því ég hef nú ekki verið viðlóðandi þennan stað í pílunni lengi en hann virkilega góður. Hann hefur haft það skemmtilega viðurnefnilega sem hann hefur gefið suður með sjó, Halli hittir ekki. En hann mjög heitinn. Já, hann góður, góður í þessu. Þannig að við sjáum að menn fara, ég veit ekki, það spurning hvort að sjónvarpið eða útsendingin okkar hafi ykkur áhrif á keppendur, eða vitandi það að menn eru komin í beina útsendingu í þessu. 60. Það þetta svo margt sem spilar þetta nýtt inn í þessu. Við erum að tala um tölvöld umhverfisljóði hérna, það þetta leikur í sjónvarpinu fyrir aftan þá og þetta svona yfirleitt svona meiri sound í kringum þetta heldur en gengur að gerist. 83. Já, það nefnilega málið og það smekkfull Egilshöllin hér í kvöld í Keilu og verða að horfa á ensku knattspyrnuna og svo náttúrulega eru þó nokkuð margir komnir hingað í kvöld til þess að fylgjast með þessu og við ætlum að vera með þetta næstkomandi miðvikudaga. Já, við munum vantarlega auglýsa betur kvöld hvaða miðvikudagar þetta verða og þetta verða í allt held ég 8 kvöld með einhvers konar útsláttafyrirkomulag í 60.
Já, þarna sjáum við að Halli komin í 217, Jósef á 181 eftir, þannig að hann næri ekki að taka það út en byrja vel, fer í 3x20. Og sjáum við hvað gerir núna, það kemur 61 skoraður og þá 120 eftir, þá bara mjög gott að halda áfram. Halda áfram í 81 gerður, það eru þá 100 eftir og það er nú mjög einfalt, 3x20, 2x20. Já. Þannig að það nú leiðinn, þannig að Halli þarf nú að fara að skora virkilega vel ef hann ætlar að sækja tilbaka í þessum legg. Það sko 60. Góða þetta svo sem við að það er þess eðlis sem maður ætlast alltaf til þess að vinna legginn þegar maður byrjar hann. Já. Og það er eins og þessi menn eiga að gera sko. þá er 80 eftir og hann getur ekki klárað núna. Klárar ekki núna, 60 standa eftir, þannig að það er spurningin hvað það gerir, hvort það fari í einfaldan 20. Já, hann gerir það, 40 eftir, tvöfaldur toppur eins og við segjum í pílunni. Það er þá rauði reiturinn hann í 20 í stalæginu. Hann liður þetta hitta þarna 60 til þess að búið til einhverja smá pressu. Já, en hann er svo sem yfirvegaður 60 gerðir. Þráttir hann hafa mjög óánægður með þetta. Já. Við sjáum til hvort það takist 40-35 eftir. Þá þarf hann að fara í 8-tölu, einhver 8-tölu og spurningin er hvort hann fari ekki í fer í 3. Já. Þá er 30 eftir. 2x16. Já. Nú er náttúrulega það sem að Halli þarf að gera. Hann er ekki eina leiði, bara að fara í 3x19. Klálega. Já, fer í 19. 78 eftir. 60 eftir, það er bara einfaldan og svo skilja eftir því. Nei, fer í tvöfaldan, þannig að hann á 20 eftir. Það er spurningin hvað hann gerir þá í því dæmi. Við erum náttúrulega með það, hann hefur talað um það að hans tala er 2x18 sem er uppáhalds útskotið. Leggur, vel gert hjá Jósef. Jósef klára það, komin í 1-0. Hann er mjög góður hann Jósef, hann sér það alveg að holdningin á hann er flott og... Já, hann verðist verið í góðu standi. Nú er það Halli sem að byrjar þennan legg. Og sjáum hvernig það fer af stað. Það eru 60 gerðir. Þetta er náttúrulega, kunstin við þetta er náttúrulega að taka út þetta tvöfalda. Það er náttúrulega það sem málið snýst þegar menn eiga úttektin eftir, að reyna að klára það sem allra fyrst. Og gera það strax. 44. Þú hugsar alltaf út hvað þú ætlar að gera í útskotunum vegna þess að þú spilar upp á einhverja æfingar og það er þetta mjög gott að fara í þá reyti sem er eins og 2x16 vegna þess að ef þú hittir inn fyrir þá áttu 2x8, þetta er allt þægilega tölur. Já, akkurat. Mikið skorað. Það er vel gert, 140. Já, þarna þekkir maður Halla eins og hann getur þetta sko. Það er náttúrulega svolítið spennufall núna svona fyrsti leikurinn og 41. En þeir voru að spila samt með minni með 18 pílur hérna á hann sem er bara mjög gott. Já, mjög vel gert sko, mjög vel gert. Þannig að við ætlum nú að reyna að halda aðeins utan um þetta með hæsta útskot og annað þess og þar. Við sjáum svona hvernig okkur reiðir að með 40. Það. En við treystum auðvitað bara á það að þessi menn sína okkur það besta vegna þess að það er ekkert annað en skemmtilegt en að sjá skemmtilegt pílukast. Nei, það er alveg rétt. Þetta er gott sjónvarpsefni. Við sjáum það að Jósef er að koma tilbaka. 100. Skora vel, 316 eftir, þannig að þetta er nú ekki eins mikill munur og var áður hann hendi þessum af stað fyrir síðustu 3 pílum. Nei, svo er Halli kemur hann bara ennþá sterkari gerð. 140. Já, Halli er að hitna, þetta er virkilega vel gert hjá honum. Hann er útskot, en nú þá Jóbi að koma með svolítið gott skor til þess að setja pressa á hann. Byrja maður bara í 60, 121. 121, það er 3x20, 3x11 og double 18. Það er spurning hvort að Halla takist það. Nú getur hann að fara mjög rólega í þetta vegna þess að Jóbi á enga sinn. Já, hann á engan, nei. Hann var alveg 6 pílum í þetta bara til þess að... Alveg bara akkurat. Já, þannig að nú fer hann bara rólega í kastið og er ekkert að stressa sig þó hann hafi ekki ránað með þetta. Nei, hann hefði örugglega viljað gera meira. 64, þetta er skemmtilegt tala. Þú ferð í 3x16 og svo 2x16. Þannig að ef þú ferði í 16 þá áttu 48 eftir, þannig að þetta er allt saman. Þetta eru nú draumatala í útskoti, 64. Já, mikið skoti á þessu. 85. Já, Halli getur tekið þessu rólega vegna þess að Jóbi á langt í land með að ná í úttektina þetta. Það er hann alltaf aðeins að tegja á leikningur eða? Já. Og svo topplutu fyrstu bílu vel gert. Vel gert, það er einmitt þetta sem ég var að tala um, að útskotið að taka það strax. Já. Það er algjörlega þannig sem að það á að gerast. 64 er hæsta útskot sem við séð hér, enda 2 leikir búnir, þannig að við eigum örugglega eftir að sjá þessu tölu að hækka. Já, það gerir ég ráð fyrir. Við erum að fara að horfa á 9 píluleiki beint í sjónvarpi. 40. Glæsilega pílur. Halli bara slækir á líka.
Já, það alveg ljóst að menn að hitna 81. 81, hann hefði örugglega, við sjáum það í andlitinu á honum, hann vildi gera betur. En við sjáum hvað Jobbi gerir, hvort hann á að fylgja þessu eftir. Þeir eru mjög sterkir, þessir strákar sem eru að koma á Suðurnesjum. Þeir eru að spila töluvert mikið. Já. Þeir eru að vinna saman þarna fyrir segundir upp á velli og þeir kasta í öllum döðum tímum. Já, þetta er skemmtilegt með þetta sport að þessi íþrótt að þú þarft ekki mikið pláss. Þetta er eitt spjald, nokkrar pílur og þá getur þú verið að dunda þér og það er svo ótrúlega fljótt að koma þegar menn er að stunda þetta. Eitthvað aðeins, hálftíma á dag, hvað menn verða ótrúlega fljótir að komast í rytman og gera bara ágætis hluti. Já, og svo þetta líka, þegar við erum að tala um það, þegar þú kasta, þú þarft ekki að kasta nefnir kortir þó séð þú milli stundan, sko. Já. Þá heldur kastinu þér við, sko. Akkurat. Halli núna að vera að koma til ganga aftur, sko. Við erum að sjá fyrsta 180. 140. Óheppinn fór í, já, þetta er góð sería, þetta er góð kastsería. Já. Það virðist aðeins vera hjá hann og Jobba, hann sé að missa alltaf eina pílu svona til hægri. Já, þetta er einhvern veginn og maður heyrir í vírnum hvernig hann smellur í honum og fer svo stöngin út eins og sagt er, sko. Það er svona, ef þú horfir á kastílinni og Halla þá er hann þéttari í kastinu heldur en Jobbi. Jobbi er svona með þessi veikari kast, sko. Þannig að hann á alltaf erfiðleikum með þetta en hann hefur nú samt sýnt að hann getur eitthvað í kasti. Já. Það er hvoruðalaðalinn komin í úttakt eins og staðan er núna, en sjáum hvað gerist hér, 60. Já, það er flott útskot, 176, þannig að það gengur ekki með 3 pílum. En vel gert. Og svo bara pílur sér. 100. Já, fína pílur, 176 eftir þar, 140. Það er tilbúið, en það getur ekki komast út núna. Hann getur búið til góða pressa á Halla að taka út 76 með að skila tonni. 60. 80 eftir. Það var að spurningin 76, 3x20, doppel 8. Já, 2x8. Vel gert, virkilega vel gert. Hann er nú búinn að taka yfirhöndina í leiknum. Já. Það er að byrja næsta leik. Heldur betur, sko. Og ef hann þetta er eins og við sögðum á hann og sést á skjánum að þetta er best af 11. Sá fyrir sem að af 11 leikjum að vinna 6. Þannig að það er 40. Það er spurningin hvernig þetta verður. Við fáum náttúrulega, svo eru fjórir leikir á dagskrá. Við eigum fullt af pílu hér framöndan í kvöld á Sport TV. Þannig að það erum að fylgjast með okkur. Svo þetta nóg pláss samt sem áður sem pizza. Já, fólk að koma að kíkja endilega, koma og sjá þetta. Það er nóg að vera, hvort sem menn vilja koma að horfa á píluna, horfa á fótbolta eða spila keilu. Þetta er svona drauma húsnæði, keiluhöllin. Egilshöll. 60. Það byrjar rólega strákarnir. Já, en hann einhvern veginn virðist vera öruggari í köstunum sínum, hann Halli. Hann virðist vera svona stöður eins og varst að segja rétt áðan, Gummi. Eins og sérð á Jobba að þetta er svona einhvern veginn, en hann gerði gott mót núna. Já. Þannig að það er frábært. Hann átt alveg til og ég er bara að bíða eftir að fara í ganga. Það getur vel verið að hefur verið hentugra fyrir hann að byrja seinna á sínu fyrsta leik kvöld, sko. Já, akkurat. Nú auðvitað er Halli nýkominn frá móti erlendis, þannig að hann er svona kannski meiri gírnum. Já, akkurat. Sé heitari einhvern veginn. Já. En þarna hefur maður nú séð eins og fyrsta pílan fyrir 5 og hún skyggir ábyggilega vel á 20-reitin. Þá hefur maður nú séð margan leikmanni fara neðar á spjaldið í 3x19. Já. Það er eitthvað sem við kannski eigum eftir að sjá frá öðrum keppendum í kvöld, hver veit. Þetta eru þetta 2 heitustu reitirnir, 20 og 19. Já. Og sumir hverjir þeir taka 18 í fóstur. Já. Þannig að en það er einmitt möguleiki sem að menn eiga að gera miklu meira ef að pílan fer ekki rétt inn í 3x20 að fara niður, en þarna er stöðuleiki komin. Við erum að sjá 3 tonn hann í röð frá þeim sem er bara frábær spilamennska. Halli núna við satt út fyrir og skilja hann 45 eftir í hárri tölu en góðri tölu, 156, þetta er góð tala, takk út. Þetta er nú bara 20 og svo uppáhaldstalan hans í 2x18? Já.
Það er nú málið, hans tala. Við sjáum þetta bara að fara út núna held ég. 81. Já, það er bara gaman að sjá. Við skulum bíða og sjá. Já. Það gekk ekki. Setja bara pressa á þetta. Já, og taka þá 8-töluna, fara niður, fara í 8-tölunar. Já, vel gert, 3x19. 82. Þetta snýstu það að vera með slétta tölu, taka út á 2-földum. Það er alltaf útgangspunkturinn í þessu. 149. Þá er það 3x19. Já. Og þá er það 2x16. Já, þá tökum við þetta bara að sjá við hægast útskotið. Vel gert. Þetta var rosalega vel gert. Óheppin, virkilega óheppin. Nú fyrir við 3x14. Ég fer allavega í 3x14 þessu tölum. Það var bara 60 eftir. 20 og toppur. Hann fór í toppi bara strax. 2x10. Já, klára það. 74. Virkilega vel gert. Þegar maður er konið í vandræði þá leysir maður það bara. Já, það er ekkert annað að gera. Halda bara áfram og halda rytmanum í kastinu. Það er náttúrulega það sem skiptir máli. Já, þetta er vænleg staða hjá Halla, komin í 3-1. Þetta er kannski svona svistur upp í honum jobba. Já. Hann verður náttúrulega að koma tilbaka og þetta kannski ábyggilega ekki ánægði með fyrsta kastið í þessum legg. Nei, hann er ekki búinn til inn að pressa á Halla. Halli getur alltaf farið að voða rólegur í kastið sitt. Þetta byggist alltaf upp á því að reyna að koma hinum úr andlegu jafnvægi. Og skora hátt og brjóta einstaklingin þannig niður ef svo má segja. Já, það er ekkert annað í gangi eftir en að gera þetta svona. Já, en þetta er ágætt að halda áfram, vera að halda rytmanum, ná 60, það er þó það. Já, þarna er Halli ekki eins og sjámátti á andlitsdrátum hans, hann var ekki ánægður með það. Fyrir svo í 6, þegar 5 á færst tótal 6. 26. Það kemur mér samt óvart að Halli skuli akta svona vegna þess að nú er eiginlega bara, finnst mér, hann vera að hugsa þetta vitlaust vegna þess að hann er að pirra sig á þessu, hvað maður segja, óstuði í sér sem er 1 og 1 kast og það er eiginlega meira fyrir honum heldur en hitt, sko. Ég vil sjá hann rífast út úr þessu. Já, og halda bara áfram, einbeita sér að sjálfum sér, ekkert að vera að brjóta sér neitt niður með þessum hætti. Já, hann á að vera meiri fagmaður en þetta, sko. Og ég vona bara að þeir sem eru að horfa á þetta sem eiga eftir að spila í kvöld falli ekki í sömu gryfju. Já, þetta er mjög góður punktur hjá þér. Þetta er mjög góður punktur. Þú sérdum sem ég með jobba, hann hefur ekki gengið mjög vel, hann er ekki með sátt. 140. Hann er alltaf eins. Já, en þarna sérðu, hann er komin núna rétt 80 punktum á undan. Þannig að hérna, nú verður Halli bara ef hann ætlar að eiga eitthvað í þessu að koma sterkur inn. Hann er sko miklu meira en það. Hann er alveg 180 punktum undan. Já, 180 punktum undan. Vildi ég sagt hafa. Sjáu þetta er nefnilega mjög vel gert. Hann sér að tekur tonn 80 og skilur sig eftir í 16. Já, það var góð tilraun. Og svo bara aðra í. Já, þetta er vel gert. 96 eftir, þannig að þetta er bara drauma útskot. Það er 3x20 og 2x18. Þannig að þetta eru 2 pílur. Hann tók þetta með núna bara í 6 pílum, sér í þessi stöðu 6 pílum. Já, sem er frábært. Mjög vel gert. Þannig að hann getur bara að skila þessi legg heim með 17 pílu leik sem er alveg frábært. Aftur bara. Já, 76 eftir. 76 eftir, bara aftur. Ef hann fer í 3-faldan, þá 2-faldan 8 eftir. Já, hann er færa sér til hliðana. Ég var ekki mjög sáttur með hann, aðja. 58. Það er kannski ástæða fyrir því að ég er hér en hann er þar. Já, það er aldrei að vita. Þetta hérna er tala sem ég vil helst forðast við að... 38 er skelvileg tala. Já, vegna sem ef þú fyrir inn fyrir í 19 og allar hann að byrja að rétta sig af til þess að geta tekið út vegna þú endar alltaf á 2-földum. En svo gerum við þetta bara, nei, óöppin var hann. Andri óöppin, hann fer í 14, þannig að hann á þetta 24, 2x12. Já, það er fín tala. Já, en hún er samt. Þetta er síðasta talan í toppleik, nýpilluleik. Síðasta talan í nýpilluleik. Já, akkurat. Þetta er vísu einu ókostur við hann. 2x6. Já, þetta er nefnilega akkurat málið, sko. Þetta er leiðindi talað, 38, 2x19. Hann hefur nú getað líka að laga þetta svolítið vegna þess að Halli auðvitað á ekkert möguleika útskoti. Hann hefur getað bara tekið rétt sér við og ekki 4 til þess að eiga doppel 4 eftir. Já, akkurat. Þannig að Halli er svo langt á eftir. Já, hann Jóbbi klárað þetta. Ég er alveg klárað alveg með það á henni. Já, lendir hann í vandræðum, 6 eftir. Og það er náttúrulega eitthvað sem þú vilt ekki klikka á. Þannig að þá áttu 3.
Þannig að þeir sprengja, hann sprengir þetta, þannig að hann heldur ekkert skor, heldur tölunni 12. En nú er það spurningin hvað Halli gerir, hvort hann á að koma sér inn í þennan leik. Hann nú segur hann Halli í þessu, sko. Hann bara nú 80-60, hann var búlið eftir. Misti það. 65. 65 skoraðir. Það 65 eftir, já. Þetta nú... Já. Þetta í 5. legg til Jósef. Það ekki fallegur endi á góðum legg, sko. Nei, en þetta náttúrulega, hugsanlega hefði Halli geta kennt sér að vera, eins og þú varst að benda á hann, að vera að svekkja sig á þessum skotum og þessum tölum, en hann kannski kemur tilbaka núna, byrjar þetta gríðarlega vel. 180. Þetta fyrsta skrifa þremur í toppleik. Já, þetta draumur hvers pílukastara. Þetta líka gerir það verkum að Jobbi kemur aðeins meira nervus á og reynir meira á sig, sko. 60. Þannig að þú sér að hann bara ná 1/3 af kastinans Halla, sko. Já. Þannig að Halli með gott fórskot. Já. Þetta allt í lagi, hann ennþá í 20, heldur bara rytmanum, þeir komin í 40. Ég hefði viljað sjá hann gera allu að nýja fyrirleiknum. Já, það hefði nú verið gaman. Það náttúrulega alveg ótrúlegt að fylgjast með því. Það ótrúlegt skor. Það hefur engin Íslendingur spilað opnu móti og spilað 9 pílur. Nei, enda fylgdist maður með í heimsmeistaramótinu í pílukasti núna milli jól og nýjárs og svo náttúrulega úrslitaleikin á nýjársdag. Þetta ofboðslega erfitt. Þetta ofboðslega erfitt að gera. 96. Maður hefur aldrei verið nálægt í og það sko, en þetta ofboðslega, þetta afrek að ná þessu. Þetta þetta menn sem kasta pílum 8 tíma á dag sem að ná þessu. Já. Og við erum kannski ekki alveg á því leveli. 125. 125, vel kert. Já, nú verður Halli að gera eitthvað gott ef hann ætlar að láta ekki, ef Jobbi á ekki að koma í og jafna stöðuna. Hann nú vísið þó að hann eigi ekki möguleika útskotið þarna, þá hann töluvert á undan. 141. Já, 141, þannig að það eru 24, já, 24 eftir. Þannig að það 2x12. Já, það fíntala. Já. Meira þess að eru menn sem eru að spila upp á þessu tölum. Já. Þannig að komum að því síðar. Já. Það náttúrulega í þessum svo öðru, það menn að velja sér sína tölur. Það var í... 2x6. 12. Opinn. Alveg ótrúlega opinn. 171, hann því ekki. Hann verður að fá 6 pílur eða fleiri til þess að ná að klára það. Mér sýnist þannig að það þurfi eitthvað meira heldur en það. Já. Hann ekki alveg að setja pressa á kallinn. Ekki með þessu. Hann of snemma að rétta sig af. Já. Fari í sléttutölunar. Já. Og í 7. legg, Hallgrímur. Halli aftur komin í bílstjórastæði. Já. Og þá hef ég þeir 7. legginn. Jobbi byrjar hann. 26. Þetta svona freka vikbyrjun. Þetta byrjun. Já, nákvæmlega. Þarna einmitt það sem ég var að tala í útsendingunni hér fyrir kvöld, að fara þegar pílurnar skyggja á reitina, fara þá niður eins og var með 20, fór hann í 19, pílan sem fór í 19 skyggði á þann reit þrefaldan, þannig að hann fór upp í 18. Þannig að þetta það sem að ég vil sjá pílukastara gera meira. Getum við ekki bara kallað þetta í útsendingunni á okkur heilugu þrenningu? Jú, þetta hinn heilaga þrenning. Akkurat. Halli sterkur. Halli kemur sterkur inn. Já, 120. 180. Vel gert. Annað sinn sem þetta gerir. Annað sinn í dag. Hann þarf að fara að tengja þetta svo saman eins og í keilunni, sko. Rammana saman, sko. Þá erum við að fara að tala um þetta flotta leik. Já. En þessi Jobbi fylgir þessu vel á eftir, setur skorar 100, það er ágætt. Nú viljum við fá tonn frá Halla allavega, þá kemur það sér í útskot. Þá er hann komin í 164 í útskot. Já, en það ekki gerast. Ekki að gera það núna. Já, bara... 28. Já, sérðu þarna, þetta er þessi viðbrögð sem þú varst að tala um hér fyrir kvöld, að eitthvað að kalla út í sal. Það er ekki leiðin. 24. Já, 82 gerðis. 81.
81 gerður. 81 gerður, já. Já, Ok. 76 hann. Já. Jæja. Nú skulum við sjá hvað verða öflugir strákarnir. Alveg að missa pílurnar svolítið upp á við. Já, já. 60. En heldur þú áfram að kasta í reitinn, hann var að hitta þetta ágætlega. Þannig að það er það besta mál. Hann kom sér allavega ekki út skot, þannig að Nei. Jobbi getur nú sett aðeins pressa á hann. Það verður eiginlega að gera það til þess að geta haldið sér inn í leiknum. Algjörlega, algjörlega. 86. Og hann gerir það ekki með þessu. Ekki með þessu, en sjáum hvernig Hallar er af. 60. Og svo. Hvað gerir hann? Já, glæsilegar 168. pílur. 168. Virkilega vel gert. Já. Virkilega vel gert. Ég er alveg magnað hvað Já, svo þetta á Halli til, sko. Já. Það er akkurat málið. Það er svona. Þetta er ekki nema ein píla fyrir Halla hérna á eftir. Þetta er tvöfaldur. 4. Það er að tala um 16 pílur. Klukkan 2 á spjaldinu fyrir nýgræðingarna til þess að átt að sjá því hvort Hallan er. Það held að vera inn í þessu. Já. Tvöfaldur 2. Æjæj. Þarf að færa sig til þess að sjá reitinn betur. Nei, þá er lendirinn í þessari leiðilega tölu tvöfaldur 1. X-inu svo kallað. X-unu svo kallað. Þetta er leiðilegt að tala bara eins og við sáum á hann með Jobba. Hann sprengdi frekar en að eiga þetta. Það hérna er samt sem áður góður pílukastari. 100. Hann segir hann að ég taka fyrstu Já, pílunum. en sjáðu núna, nú er Halli komin í þá stöðu. Hann bara verður að taka þetta út. Já, já. Það er bara ekkert annað. Svo er fyrsta pílu fyrir eins og á að gera. Næsta í. Nei, rétt út fyrir. Ó, Sko, Ekkert skor. og þannig er tvöfaldur 8 eftir. Þannig að það er bara góðu möguleiki fyrir Jobba. leipur hann inn. Já. Sko, Á, fyrstu pílu. fyrstu pílu. Sjöunda Þetta er málið. Jósef. Þú sér það sko að Halli var með stöðan að geta gert hérna 16 pílu leik. Já, Tapa leik. takk bara leggum. Já. Þetta er nefnilega, þetta er pílukast. Já. Svona er nú gaman að spila þetta. Já, þetta er spennandi leikur, 4-3. Það skiptir engum máli hversu hár maður er, sver, 60. eða kona eða kall. Nei, Það geta allir. það geta allir unnið og það geta allir spilað þetta sport. Þetta er mjög skemmtileg íþrótt, virkilega skemmtileg. Tala hún ekki mjög við vetramánuðum. Það er nóg af þeim hér. Það er nóg af þeim hér, já. Sjáum til. Jæja, óheppin 26. að 4-7-5 eftir, óheppin að ná ekki að svara þessu lága skori sem að Halli sýndi hérna í fyrstu 3 pílunum sínum. Sjáum til, hvað gerist hér? Já, sko, það er þessi 19. svo að tala um. Já, þetta er akkurat sem að skiptir máli, sko. Þannig að Mér finnst þetta góður pílukastar að gera þetta. ég man eftir því að hérna, skal ég segja, þegar við heldum Norðlandamót hérna á Íslandi, þá var ég svolítið í kringum danska landsliðið. 30. Þar var þjálfari danska landsliðsins og hann sagði bara, heyrðu Guðmundur minn, nú skal þú reyna að hætta þess að dobla og þetta dóttir í. Æfðið bara í 20 og 19. Þrumaði bara á þetta. Já. Þegar skorið er komið, þá skulum við fara að tala saman um útskott. Já, þetta er bara góð leksía. Já. Þannig að þetta eru, og sér það að þeir eru kastað svona 80-90% af pílunum sínum í þessa 2 reyti. Já, það er nú málið. Og svo koma með 1 tonn hérna. Já, Númer 5. Þarna hefði hann geta komið sér inn í baráttuna en Halli er í bílstjórasætunni í þessum legg. Já, mér sýnist hann á svipnum á núna sé nú einn betri heldur en hann var á hann. Þannig að hann klára þetta Það væntanlega. vissulega þurfa að menna að hittna í þessar íþrótt eins og öllum öðrum íþróttum, sko. Það þarf aðeins að finna taktinn og sjá hvernig það er, sko. Já, og svo er það líka umhverfið sem maður er í og Já. það er allt nýtt hérna og Já. útsending. 100. Og nú er Jobbi að fara aðeins að þetta á hann. Þannig að nú þarf hann bara lágmark í 60 Halli núna. Til þess að koma sér í útskott. Það er nú engin tilviljun að Halli var Íslandsmeistari fyrir 2 ára síðan. Númer 5. Þannig að það er sannar það að hann er afbragðskastari. Já, þetta er auðvitað margra ára reynsla Hallans. Óheppinn að Jobbi núna að missa hann. Það fylgir þessu vel á eftir, 122 pílum, þú getur ekki gert meira það er bara vonlust. Það er vonlust. Og því miður að koma sér ekki út skot, þannig að Halli á ennþá 6 pílu séns, sko. Já. En hann þarf auðvitað að gera betur heldur en 5. Já. Já. 84. Ágætis björgun þarna. Nú er Jobbi að koma bara með eitt gott skor á móti. Fyrsta píla, mjög góð. Já. Farðu niður í 19, hún er laus í píla 2.
Nei, hann setti bara á þetta. Vel gert. Ég alltaf smeykuð við þetta þegar maður er að kasta einhverju pílun úr spjaldinu. Jæja, 98. Halli þarf að rétta sig bara hérna. 31. 80 góð tala, 3x16, 2x16. Þetta er skemmtileg tala. Þeir fara þessi fara bara í... Já, þeir fara í 20. Örugguleiðina. Já. Og svo toppinn bara. Hvað heldur þú? Og þetta er gegn kasti. Já, þetta er gegn kasti. Þannig að nú er hann kominn í góða stöðu. Já, þannig að nú byrjar hann 9. legg. Byrjar hann 9. legginn, sko. Já, mér sýnist það nú að samlandur hans aðeins mjög ánægður þarna á kantinum. Já, það er gaman að sjá það. Það er að gera fyrir áhuga fólk pílukast að mæta hingað upp í Shaken Pizza Egilshöllinni og sjá þetta. Góð byrjun. Það misti síðustu píluna aðeins til. Það er eins og ég var að segja við á hann á þetta til. Já. Þetta var ekki kasti sem var að vera að fagna þetta. Mér finnst að Tottenham hafi verið að komast yfir í fótboltaleiknum. Tottenham var að komast yfir á móti Manchester United. Þá höfum við komið því til skila. Jæja, sjáum hvað Jobbi gerir núna. Já, fína pílur. Virkilega gott kast að setja þriðju píluna hann á milli. Klemmen er bara alveg ákveðin inn, þannig að þetta var bara virkilega vel gert. Svona lúklega Phil Taylor eins og sagði sko. Hann lagði alltaf síðustu pílunu ofan á næstu. Já, og svona staflaði upp eins og í píramídum. Já, hann er náttúrulega sko 17-faldur heimsmeistari og er búinn að draga sér hlé. Þannig að Jobbi, það er plássur í Jobba. Það er plássur í Jobba á stallinum í Alexander Palace. Já, nákvæmlega. 8-5. 8-5, já, fína pílur. Þetta er spennandi. Þetta er náttúrulega sá sem fyrir vinnur 6 leggi er farin áfram, eins og við segjum, best af 11. Við þurfum að Halli er ekki að nýta tækifæri. Nei, Halli er ekki að búa til pressuna, þannig að hann svona einhvern veginn trúði ekki að hann sé að stressast upp. 25 gerðir. Nei, ég trúi því nú ekki heldur. Hann er búinn að fara svo marga ferðir erlendis að spila pílukast að hann getur ekki vel gert hjá Jobba núna. Og bara að koma 80 gerðir. Sterkur inn. 98. Fína pílur. Nú þarf Halli að svara allavega með... Já, það verður að koma 120. 180, en þú færð það ekki því miður. Þannig að nú fær Jobbi allavega 6 pílur til þess að ljúka þessu. Já, hann er í góðum málum að ljúka þessu og komast á yfir. Þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist. Það komið 79 á stöðuna. Já, góða pílur. Já. 139, no score. Hann sprengdi. Ekkert skor. Hann fer yfir. Þetta er ótrúlegt að sjá. Ég byrja aldrei þarna í 107 í 19. Nei. Ég byrja alltaf í 20. Já. Og þetta var bara til þess að hjálpa Halla að reyna á pressu, en Halli er ekki að nýta þetta. Nei. 94. Hann getur bara verið rólegur, hann getur sprengt þetta einu sinni enn meira. Já. En hann fer aftur 19 síns mér. Já. Þetta er nefnilega alveg rétt hjá þig, Guðmundur. Hvað gerir hann núna? Hvað gerist? Nú var hann Nei, hann þorði ekki. 87. 87, segir Pétur. Búlið eftir. Miðjan eftir. Þetta var ekkert gott hjá honum. Hann átti bara að fara í 18 og það skilja eftir 40. Já, akkurat sko. Þannig að nú gerur Halli, hann er komið með, hvað er þetta? 121. 121, þetta voru... 104 eftir. Já, þannig að þetta er... Það var það toppurinn. Toppurinn. Þú verður að taka þetta. Ekki nervus. Já, vel gert. Jósef. Já, þannig að nú er pressan öll á Halla ef að Jósef vinnur þennan legg, þá var hann búinn að vinna þennan legg gegn Halla Egils. Það er nú ekki slæmt af Jobba að gera það. Nei, þetta er virkilega vel gert og hefur nýtt sín tækifæri hérna vel í kvöld. Virkilega ánægð með að hann skulle hafa komið svona aftur inn. Þetta sýnir bara það má aldrei að hætta. Aldrei að hætta, aldrei að gefast upp. Aldrei nokkuð tíman. 83. 83, ágætis byrjun, ágætis svörun hjá honum. En það er náttúrulega eins og hún segir, það er alltaf erfiðara að elta. Það er alltaf erfiðara. En þá verður að þegar þú fær tækifæri til þess að grípa það. Það er orða sunnu. 60.
Þetta er Ég held þétta að pílu þetta væri 100 allavega, en já. Sá hvort að Jobbi ná eitthvað aðeins að hristu upp í Halla ef að Jobbi kemur gott skor. En við sjáum það sem að heyrðum með Jobba, þetta er hann að gera aftur að stinginni hérna á milli tveggja píluna, að það er flugið á pílunni hjá Jobba sem að mér finnst svo flott, miðað við hvernig þetta er hjá honum Halla, að hvernig hún svona kemur í 45 gráðunar á spjaldið, hvernig hún fer ekki beint á. En þú sérðu þetta, þegar hann dregur pílunum upp á andlitina sem hann Jobbi sér, þá er hann skökk pílan. Já, en þetta er bara svona nú stílmanna, en það er náttúrulega grundvallaratriði í þessu, það er að fylgja eftir. Og að fylgja kastinu eftir. Þetta er mjög góð sería, 2 tonn eins og við segjum í röð. Pílukastarar kalla 100 töluna tonn, þannig að fólk sem er heima að fylgjast með 6, svona er það. Það er stutt milli látus og grátus. Já. Nú er þetta orðið ansi erfitt fyrir Halla. Hann byrjar legginn og er ekki að nýta það. Sko. Kemst í ágætis fórust í þessu öllu saman, en hann er að verða undir í baráttunni. Mér sýnist að taka tonni viðbútt. 85. Það er óhress með það. Já, en fína pílur, 133 eftir. Þannig að það er nú hægt að leika sér að því. Þarna fer ég í 133, fer ég í 60, það er þessi trippultundu. Já. Og þá maður að fína tölur til 73 á eftir og þá fer maður bara í 19. Já. Þannig að þetta er allt saman. Þetta er allt eins. Allt eins. Já. 3x19. Vildi hann fara þarna með? Já, hann vildi fara í 3x17, fara í 51 og eftir. Já, við sjáum hvað gerist þá. Nei, hann er í 8-2 gerðir. Þannig að hann er í 8 tölu 51 eftir. Það er fínt bara 19 og 2x16. Já. Það er bara skólabókardæmið. Með hvað hann er að kasta, hann er búinn að taka núna nokkra leggji út á doppel 20, þannig að ég held að hann fari núna í 11. Já, og fari í toppinn. Já, það er ekkert. Þó að ég færi í hina liðina í 19 og í doppel 16. En hann er bara búinn að vera svolítið heitur á tölunni. Já, en það séu það beint í 11, toppinn eftir. Fyrir leiknum. Stemningin 2x10. 41. 10 eftir. Halli er maðurinn sem getur tekið þetta út. 157, byrjum á 60. Komum oss út. Já. Það var 3x19. Og svo topparinn. 127. Góðar pílur. Ótrúlega flottar pílur. Það hefði verið gaman að sjá þetta í 8. Já, það hefði verið gaman. Já. Þá verður Jobbi bara að taka þetta út. Já, fyrsta pílu fyrir. Nú tekur hann vandi 1, hann springir þetta vandi ekki. Já, 74. Já, 2x10 fyrir Halla til að jafna. Ég held að Halli einu sinni spilaði upp á 2x10 og hitt í fyrstu pílu, þannig að ég býst við fyrstu pílu núna. Í miðjan reytir. 10. legg, Halli. Þetta verður ekki öruggara. Já, við erum þá að fara í 8 leik bara hérna, þannig að þetta er virkilega gaman. Við fáum bara 11. legginn, það er bara frábært. Nú er gaman að sjá hvað taugarnar segja til núna. Já, hefur ekkert ára á Jobba. Jobbi er sterkur, 85. Fyrst hann öllítið til vilt. Þetta var þvílíkt gott hjá Halla að ná sér út úr þessu. Og við erum örugglega eftir að sjá flott svona tilþrif. Já, það er nóg eftir. Menn hérna hita sér upp fyrir framan okkur. Já. Í fínu formið sýnist mér. Já, mér sýnist það líka. Já. Hann hættir ekkert. Ég er hrifinn af stílunum hjá Jobba. Ég er virkilega hrifinn af þessu stíl. Mér finnst hann bara skilið að halda áfram í þessum algjörlega sammála því. Leik. Algjörlega sammála því. Þannig að Halli fann að taka fram neðarúrræðin. Hann er farin að fara í 3x19. Þetta er þetta merkjum titring? Já, bara óöryggi við sjálfan sig á. Hann er ekki trist að sjálfan sér. Nei, það er ekki góð tilfinning. Nei, þetta er... Já, 97. 97. Virkilega vel gert. Hann er að skilja Halla eftir í reik, sko. Já, Halli er búinn með 6 pílur, ekki komið niður fyrir 400. Nei. Þá yfirleitt tekur hann bara pílurna sín og setur í töskuna. Já, pakka bara saman. Já. Og býr góða nótt. Já, ég segi það. En það er líka að fara að gerast. Því miður fyrir Halla. Ég verð þá að éta hatt minn, eins og ónefndur þingmaður gerði yfir árið. Já, nóg til aðeim. Já.
Það virðist alltaf, veist, hann lítur út fyrir að vera að missa þetta eitthvað aðeins niður í jobbið, þá treður hann alltaf inn í 60 reytin. Já, bara virkilega vel gert, 98 eftir. Það verður gaman að sjá hvað hann gerir í því. Hann hefur antalega fyrir 3x20 og reynir 2 pílur. En hann hefur svo mikið forskot að hann getur vel vikið sem þessar tölur. Já. Þannig að hann ná ekkert að fara í Þannig bara 78 eftir, þá vil ég fá hann í 18 hana. Nei, það er bara 80 og skilur sig eftir því. Tvöfaldur 9, það er klukkan 10 á spjaldinu. Og svo... Þetta er kannski, þetta reynsluleysi hjá hann og jobba eins og þú vorst að kalla eftir að hann færi 18 að hann heldur bara áfram að kasta í reitinn. Af því að hann hefði ekki þurft að gera þetta. Hann átti að gefa sér góðan tíma til þess að stúdera þessar tölur aðeins betur. Já, ég meina, ef þú ert í stöðunni þarna gerir 80, þá getur þetta farið í betri tölu til þess að eiga. Nú, ef hann hittir inn í 9, þá þarf hann að rétta sig af. Já. Og nú á hann bara 2 pílur eftir. Það er orðið, hún skikir á reitinn, hann þarf einhvern veginn að fara undir þetta. Og sjá hvað hann gerir. Þá fer hann í 12. Hann mist hann í 12. Já, þá er tvöfaldur 3 eftir, það eru 6 eftir. Hann er eiginlega... Hann er í vandræðum. Þarna myndi ég sprengja, sko. Já, af því að það er nóg eftir, sko. Já. Nei, hann tók það bara út. Hvað er Elvis Atturinn? Já. En þetta er óvænt tíðindi, vil ég meina, að Jósef sigrar í kvöld. Það er bara frábært, já. Það er bara mjög gott, bara algjörlega frábært. Næsti leikur hjá okkur. Já. Eftir nokkra mínútur. Þú varst nú með leikjaplani. Ég gleymdi nú að bara reynsluleysi að vera ekki búin að reyta þetta hérna hjá mér. Já, þetta er bara Þetta er nú pílukastið í hnotskurð. Skemmtilegt að við skulum fá alla 11 leggina í fyrsta leiknum í beinni útsendingu á Sport TV. Þannig að svona verður þetta hjá okkur næstu miðvikudagskvöld og við fjöllum betur þetta þegar að við vitum dagsendingar í þessu. Allt er þetta unni í samstarfi við Shake & Pizza í Egilshöllinni. Og við erum að ná hér í upplýsingarnar af þessu öllu saman fyrir næsta leik. Við skulum bíða og sjá. Þá er það vendarlega Einar og Þröstur. Já, það verður hörku skemmtilegu leikur. Já, við tökum okkur smá hlé og förum svo í þann leik.
9 pílur, eina byrjar, 9 pílur, fyrir púlur. Og ég að byrja Halli. Þú byrjar svona búlma. Byrja búlma. Það er bara græn og rauður púlur sem telja. Jæja, velkomin aftur á skjánum. Næsti leikur Þröstur Ingimarsson og svo Einar Möller með nickname Joker. Hann er grimmur með target pílurnar sínar. Það er ekkert öðruvísi. Þröstur, hann er... Þröstur kallar nú ekki allt ömmu sína þegar það kemur á þessu. Hann er lunginn pílukastari. Ég hef nú landað nokkurum Íslandsmeistaratitlunum með Þrösti í tvíminning. Já. En það er nú yfirleitt þess eðlis að ég er að bara fylla upp í kastin hans. Hann sér yfirleitt upp. Hann sér þetta og þú svona eldir bara. Já, þetta er einn af svona mönnum sem að reyna að kaupa sér fræg með frægafólkinu. Já, gaman að því. Já. Það er ekkert öðruvísi. Þeir fara nú að ljúka uppbytunum. Það eru 9 pílur sem þeir fá til þess að hita sig upp og Þröstur er að stilla miðið, fer í 3x19, fer á miðjuna og reynir svo að finna 3x20. Þannig að þá fer þetta allt saman af stað. Ef þú fylgist núna aðeins með þessu tveimur mönnum hvað þeir eru ólíkir, þá sjáðu hvað Einar er með gott kast. Já. Kastar gegnum það, hitta þarna 25 eða grænt búl. Já. En sjáðu svo kastið á Þrösti, hann er búinn að mastera þetta kast sem að mér finnst eiginlega ekki vera neitt fallegt. Nei. Út fyrir. Og enda hitt hann ekki. Nei. En hann er segur. Hann er reynslumikil pílukastari. Já. Verið oft á velunapalli í íþróttunum í opnum og lokuðum mótum. En það er Þröstur Ingimarsson sem að hefur leik og já, það eru ennþá að ákveða hver á að byrja þetta. Þá þarf Einar að hitta þetta og hann fer í 25 líka. Þá byrjar hann náttúrulega að reyna að hitta búlið. Já, þeir eins og við sögðum á hann, það er bara grænn og rauður sem telur í þessu, þannig að ef að Þröstur hittir núna þá byrjar hann. Ef hann hittir rauðan eða grænan í miðjunni. Grænn er 25 stig, rauður er 50 stig. Já. Þannig að Þröstur byrjar og það er sá sem að fyrirvinnur 6 leggi eða best af 11 sigra leikinn. Þröstur er nú einmitt mjög hægur spilari, þannig að við höfum alveg góðan tíma, það er ágætt, við erum búin að fylla á vastflöskutar hérna, þannig að þetta er allt saman eins og þetta á að vera. Þannig að gaman að þessu. Byrjar rólega. Já. Já, þetta er út allt, já. Það er bara að vera að dreifa þessu allt spjaldið. Það er verið að stilla miðinn og það er ágætt, en Einar er nú einbeittur og virkilega góður og stöðugur kastari. 45. Eina sem er svona von til afsökunar er það að hann gæti ekkert undirbúið sig fyrir þessa deild vegna þess að hann var kallaður inn vegna forfalla á síðustu stundu. Já. Þannig að hann fekk bara kallið í gær. Ég fékk ekki þær fréttir. Já. Þannig að hann og þakkaði gott boð og mætti. Já. 100. Fyrsta tonni komið. Já. Einar ætla bara að svara þessu strax. Já. 85. Færslan hjá honum var greinilega röng. Já. Það maður oft togar svona í pílinn þegar maður færir svona til hliðar og skemmir gamla útsýnið. Já. Við sjáum núna hvað Þröstur er nú einbeittur þrátt fyrir það að hann er ábyggilega ekkert ánægður með kastið. Nei, hann heldur áfram. Það var engin svipbrigði. Engin svipbrigði. Sjáum hvernig Einar er. Þetta eru 9 gerðir. Þetta er arfaslagt. Það er bara á þessum stað er þetta arfaslagt. Því miður. Við getum alveg verið saman um það. Já, maður sýnir svona ekki svona byrjum. Nei, maður gerir það ekki. Það er bara svo liðis. Og sjáumst að hann fór beint í 19. 58. Já. Svo við náum aðeins að kynnast þessum spilurum betur. Við höfum svona upplýsingar um nokkra leikmenn. Einar Möller er 39 ára gamall og Íslandsmeistari í 501 árið 2014. Og Þröstur, við erum ekki með ítarlegri upplýsingar í bili en við fáum þær, verðum með þar á hreinu í næstu útsendingu hjá okkur. Og gegnum tíðinni hefur nú Þröstur verið ábyggilega einn af þeim
mestu sigurvegurum í stórum mótum hér á Íslandi. Já, Hann auðvitað paraði sig lengi vel með manni sem heitir Ægir Björnsson sem er auðvitað virkilega góður. Virkilega öflugur pílukastari. Var okkar bjartasta von, vantarlega kannski en þá. Já, akkurat. En hann og það er einhvern veginn það sem að Þröstur tekur sér fyrir hendur. Það verður allt einhvern veginn lítur vel út hjá honum, hann er góður breiddspilari. Já, heldur betur. Já, þannig að landsliðsmaður þar. Þannig að þetta er íþróttamaður, mikil íþróttamaður. Sko, fínt skor. 99, já, hann er að skilja Einar eftir í fyrsta leiknum. Sjáum hvað Einar gerir, hann verður að svara þessu. Hann er ekki að gera gott. Það hann að gera það, halda bara áfram, halda ritmannum, ekkert að vera að staldra við og reyna að fara ykkur útreikninga. Þú ert langt frá útskoti. Þessi getur grindur drengur og hann á nú alveg geta klárað þetta á þess að þurfa að hugsa þegar hann ekki þessu útskotsmöguleika þarna. Já. Það er 3:20. Já, glæsilegt. 4:14. Æ. 78 skilur settir í 2x5. 10 eftir 2x5. Hann er nú vanur þeirri tölu. Já. En Einar verður þá að nýta tækifærið 60. Já, hann hefur nú tekið þessa tölu út áður. Það er nú málið sko. Þröstur auðvitað tala bara við sjálfan sig þannig. Já, einbeittur. Þessi er inni núna. Nei, ekkert sko. En það er svona stilla menn sig af. Byrja ofalega og trakka sér niður. Fara neðar til þess að ná þessu. Nú er möguleiki fyrir Einar. Nú verður Einar að byrja á 3x20. Hann byrjar á búlli. Hann byrjar á búlli, já. Já, einmitt. Það er ein leiðin. 98 eftir. Já. 94 gerðir. 38 eftir. Já, nú verður Þröstur að gjöra svo vel að taka þetta út. Það er ekkert annað í boði. Ekki var ránar með þetta. Já. Nú er uppáhaldstalan. Það held ég. Í fyrstu. Uppáhaldstalan. Þú varst rétt búin að sleppa orðinu, þá tekur hann út. Þetta er vel gert. Þetta eru menn með stáltaugar. Hann er búin að gera þetta svo ofta. Já. Hann er búin að vera í allir pressu sem til eru í Íslandi þessi maður. Já, en það er líka gaman að sjá. Hann skulle vera á 2x2. Það er merkileg tala. Þetta segir eins og að það þarf að klára lítið töluna líka. Já, það er bara þannig. Menn þurfa að æfa allar þessar tegundur útskotum. Það er bara svoleiðis. Það byrja rólega þessi strákar. Já. 28. Já, þetta er rólegt. Við hérna búinist til þess að þið farin að hitna strákarnir. Þetta tók aðeins smá tíma að komast í ganga á hann. Já. Það er alveg eins og með þessa. Þetta er gamlar dísilvélar sem þarf að trekka í gang. Það er Þröstur, allt í hérna einbyttur. En árangurinn er ekki svo sami. Nei. Þetta er einmitt eins og segir með stílinn. Við vorum að tala um það áðan hérna áður en þessi leikur hófst að hvernig stílinn er hjá Þresti. Það er einhvern veginn svona úrleiðurinn, hann verður einhvern veginn svona slakur, það er svona dettur liðið eitthvað og svo dettur hann inn. Ég fann að halda að það sé komin einhver gustur þarna að pílurnar geta ekkert farið beint áfram hjá þeim. Já, það fara að drekka í gegn. Maður þarf að fara að taka alla lofsöngina frá þessum mönnum. Þeir hafa ekkert sýnt að þeir geti þetta sem maður eru búin að vera að tala um. Nei. En þetta er mjög óvenjuleg sjón að sjá 26 hjá þessum mönnum. Ég segi það bara alveg eins og og þetta er sko að vera komin í 9 pílur, að vera ekki komin undir 400 er bara óásættilegt. Já, ég held að menn áður en næsta kvöld verður þá held ég að menn taki sterkar og miklar æfingar. Já, ég er sannfærður það. Ég tek undir það með þér. En úrvalsdeildinni, þetta er nýtt fyrirkomulag sem var tekið upp núna og byrjum að sýna frá Sport TV, frá pílukastinu og það er bara frábært. Já, frábært að Sport TV skuli
gefa sér tíma í þetta vegna þess að þetta er mjög skemmtilegt sport og þetta er mikið áhorf erlendis frá. Já, og þetta er eitt skemmtilegasta sjónvarpsefni milli jól og nýárs að horfa á heimsmeistaramótið í pílukasti. Nákvæmlega. Það er stórkostleg skemmtun. Það eru kannski hefðarnir og þessu öðruvísi, þar eru áhorfendur mjög virkir og fá velun fyrir að mæta í flottasta búningnum. Flottasta búningnum, það er búningur kvöldsins og allt saman. Þannig að þarna má sjá Superman og Spiderman og Batman og alla þá félaga. Og fólk í pilsugöllum og ég veit ekki hvað og hvað. Það er svona kannski ekki stemningi sem við náum kannski hér á þessu tímabili. Nei, kannski næsta, hver veit. Já, þetta gengur óvenju hægt. Þetta er ekki alveg að gera sig. Þetta er óvenju lágt stigaskor. Ég bjóst svo við því að þessi mynd myndi nú vera kannski með smá flugveldasýningu. Var að vonast til þess líka. Já, en ekki það er nóg eftir, en þetta er óvenju róleg byrjun. Svona eins og útlendingar myndi segja, hvað erum við að horfa á hérna? Já, akkurat. Nú eru þetta að sýna þetta líka live á netinu, YouTube og þar er erlendur aðalega að lýsa fyrir erlenda áhorfendur. Já. Þannig að það er gaman að heyra hvaða lýsingur hann hefur þetta. Já, þarna bjargaði Einar sér í að fara í 3x20. 224, það er langt í útskotið en þá. Það er alveg klárlega 6 bílur, sko. Já. Það er alveg augljóst mál. Það þarf ekki góða starffræðingi þetta. Nei, og það byrjar ekki á einum þröstur. Þetta er óvenju dapurt. Já. Það verður að segjast alveg eins og það. Það er spurningin að taka time-out á þetta eins og þeir gera í öllum öðrum íþróttagreinum. Já. Já, þú átt nóg eftir. Það er nóg eftir Einar. Það er að halda áfram, halda rytmanum, halda taktinum. Það er þessi skiptir máli. Já. Annar hittir 5 og hinn hittir í 1 og þetta er alveg magna. Hér koma bara aðdáðandi píluna með mathandökur. Þetta eru fagmenn. Þakkaði fyrir Kristján Þorsteinsson. Þeir eru greinilega að sjá það að okkur leiðist að horfa á þetta. Já, þeir vorkina okkur. Þeir eru farin að vorkina okkur. Já, þetta er eins og við segjum. Menn eru komin í 24 pílur. Þeir eru að fara að henda 25. pílunu. Þetta er bara lélegt. Ég ætla ekki að vera, þú veist, af því að þetta eru góðir strákar, þetta eru góðir kastarar, en þetta er ekki viðunandi og þeir vita. Allavega komin í útskott. Já. 150, það er bara rautt. Já, það er góð tala. Já, ég vil sjá. Já. Það er vel gert, og 319. Já, og svo doppelt 20. Óopinn, fína pílur. Hann hefði nú alveg mátt setja þetta í til þess að gera glaðan dag. Ég veit ekki hvað Einar er að gera, hann er ekki í stuði núna. Nei, hann er langt frá sínum bestu. Já. Þröstur tekur þetta núna, fer í 2-0. Fyrstu bílu. Alveg kláraði. Nei. Hann fer í böllirinn, double 5. Nei. Springur. Já. Möguleiki fyrir Einar. Hér byrjum við alltaf í 18, 3x18. Og ef hann hittir einfaldan 18 þá reynir hann aftur. Aftur í 3x18 núna. Ef hann hitt þetta, 3x18 þá hann búlið þetta. Síðustu bílu. 26. Það er ekkert meira sexy í bílukasti eftir að klára leggina að búli. Nei, það verður ekki flottara. Nei. Þeir þekkja það strákandi sem er að æfa sig hér fyrir sína leiki sem er að dagskránin síðar í kvöld. Doppelfjórir. Tvisturinn. Sérðu? Það hefði nú verið gaman að sjá hann taka tvistinn aftur. Já, 30. En þá á hann exið eftir, eins og við segjum, 2x1, já. Já, 36. Já. Vel gert. Þetta var löng leið, óvægt að segja það. En þetta er akkurat Einar, hann þarf bara eitt kast til þess að snúa sig við og Já, þetta eru góðu pílukastarar sem gera þetta. Þeir refsa, ef þeir fá tækifæri þá verður það að grípa og það var gert í þessu tilviki. Yfirleitt er það nú Þröstur sem gerir þetta. Já, en þetta var virkilega vel gert hjá Einari, þannig að það er aldrei að vita hvað við fáum út úr þessu hér á eftir, hvert þetta leiðir okkur. En í uppsiglingu er góður leikur, ég er klár á því. Það
við eigum það alveg skilið. Já, enda eru menn að hitna, 81. Já. Nú er líka spurningin það að allir þessi pílukastar sem út allan bæ í alls konar... Skúmaskot. Já, þetta alls það, maður kemur ekki í hús nema þessi pílukast. Já. Sko, ég held að sé ekki til það bifreiðaverkstað á landinu þar sem hangir ekki upp píluspjald. Nákvæmlega. Ég held að sé bara þannig. Það er bara að drífa þessa leikmenn bara á fjalirnar, koma út úr kitturunum og taka þátt í þessu. Og ég held að við ættum að nota tækifæri hér og minna á pílusetrið. Já. Það er nú aldeilis heimsklassa aðstæða sem boðið eru upp á þar. Já, Bannarhæðin og Tangarhöfðunum, Tangarhöfð 2. Það er opið alveg nánast hvert einastu kvöld líka við. Pílukastfélag Reykjavíkur með frábærar aðstæður, keppt á mánudögum í deildum og skemmtilegu fyrirkomulagi. Já, og fimmtudögum er oft opin hús og svona. Já, þannig að þetta er bara að gera að mæta og þeir sem að kasta pílu að koma þangað og kynna sér starfsemina, það er bara góðs viti. Síðan auðvitað má sem ekki gleyma því að Þórsarar og Akureyri, þeir eru með alveg frábæra píluaðstöðu líka. Já. Og þeir eru ábyggilega ansi, duglegasta félagi til þess að draga að ungt fólk spjaldinu. Já, það er bara aldeilis frábært. Svo náttúrulega merk starfsemi sem hefur farið fram í Vesturbænum hjá Káringunum, píluvinnir Káir. Þeir eru búin að vera að kasta í yfir 30 ár. Við sjáum nú legendið og eftir. Já, gamli kemur hér á eftir. Förum betur yfir það þá. Já. Spurning hvort hann sé með pílunum sína, nýju eða gamla gerðina. Það kemur í ljós á eftir. Við bíðum spenntir. Við þekkjum þann mann ágætlega. Já. Sem og alla hina reyndar. Við farið nokkara píluferðir með honum með landsliðinu út og þetta er maður sem er hrókur alls vagnar. Já. Aftur á þessu leik. Já, menn eru eitthvað aðeins að finna fjölina. Þeir eru allavega að hitta í stóru feitu tölurnar. Já. Þannig að það er bara spurningin að fara að hitta þessar leiti, sko. Já, þetta lítur ljómandi vel út. Halda bara áfram 81. Hann sýnir þessi tennurnar, hann Einar. Já. Þröstur var aðeins að kýra niður hraðan. Hann er aðeins að ná... Já, er það taktikinn hjá honum? Já, hann er bara hægur spilari og ef hann fer á meiri hraða, þá missir hann einbeitinguna og þá er hann ekki með gott skor. En hann er rosalegur þegar hann er á sínu leveli. Já. En svo eru lagðir og hæðir í þessu. Já, menn eiga sína daga og það allt saman, sko. Það er nú bara eins og það er, sko. Við sjáum til, báðir aðilar svona nálgast, Þröstur er komin í útskot og 157. Það er þrefaldur, hann misti það. Hann reyndi það á hann. Já, og þrefaldur 19, kottu svo. 61 skorar. Já, þannig að hann er búinn að rétta sig af. Þetta er sama útskot og Einar tók á hann. Já. Hæsta útskot dagsins, ekki? Já, 96, það er hæsta útskoti. Nú þarf hann að búa til einhverja góða tölu. Nei, þá mist hann það. Þröstur minn, nú tekur þetta út. Hvernig ekki að sína okkur hérna yfir 20 pílum. Nei, hann verður að taka þetta núna. Þeir eiga mikið inn í. Þrefaldur 19. Nei, hann er því ekki. Þannig að það er 56 eftir. Einar. Já, 70 eftir þrefaldur 13. 18, opinn. Í feita 13 og skilja sig eftir í doppeltötu. Já, hann heyri tíðin, Gumi, það er bara alveg þannig. Nefn að þú sért svona ótrúlega góður í pílukasti sjálfur. Þetta er bara, ég er víðlesin. Já, víðlesin. Já, þú kannt hennar leik, mæta vel. Það er alveg klart mál. Þá er það Þröstur, doppeltötu. 16. Hann gaf sér ekki tíma þarna í síðustu pílunum. Nei. Það vilja sjá hann taka smá breyk þarna. Já. Og svo bætlerinn. Nei, skilur hann settir í 5. Það er ekki góð tala, en Þröstur gefur ekki færi á þessu. Hann tekur þetta út strax, gefur sér góðan tíma til að stúdera þetta. Líka hann á kasti, sko. Hann vil ekki tapa þessum legg. Nei, hann má ekki tapa þessum legg, sko. Það verður að hann hóf legginn, þannig að hann vil ljúka honum. Það er óskastaða. Til þetta inn. Það fer hann undir að 2x10. Nei, sprengdi þetta. Ekkert skor. 40 eftir, óbreytt.
Nú fer Einar, hann grínist oft með þetta, nú fer hann í 3. Og tekur 2x1. Já. Nei. Skoða. Hann betur alltaf að gera það, vegna þess að hann oft verið að hæðast á þessa tölu við mig og þá segist hann alltaf að taka 3. Já, ok. Nú fer ég inn og ég heimt hann tekið 3 í næsta kasti. Ef hann fær... Já, hann fær ekki tækifæri á því. Þröstur, þú sér bara hvað hann er einbeittur og er að gíra sig á þetta. Já. Anda djúpt. Maður finnur þetta. Já, þetta er þétt hjá hana. Nei, það er sama leið á hann. Já. Og aftur. Já. Gleymdi hann pílun í eða? Var hún hann áður en að byrja það? Já, nú fer hann niður. Já. Stengin í. Já, hann var búinn að setja niður, ég mista því. Já, þetta er vel sótt. Þetta er vel sótt hjá Einari. Virkilega vel sótt. Við erum að tala um það. Hérna sjáum við hvað Jokerinn kemur. Já. Hann er að státa sig að þessu lélega skori. Já. En hann hugsa bara sigurinn. Já, ekkert annað. En þetta er náttúrulega eins og við erum búin að tala um í útsendingunni hér fyrir í kvöld að þú verður að grípa gæsina meðan það gerst. Það er ekkert annað. Fín byrjun. Já. Þetta er merki baráttuanda. Alveg klárlega. Hvað gerist nú? Það er nú að... Já, Þröstur er ekki alveg að finna fjöluna. Nei. 41. Það verður bara að segja alveg eins og þér. Það kannski er ennþá stattur á Brittshátíðinni sem að tók þátt í núna helginni í Hörpunni. Já, akkurat. Hvernig vegna hann þar? Ég hef ekki spurt hann að því. Nei. En með hvað hann er góður í Brittshátíð, þá lítur það að hafa gengið ágætlega. Já. Hann hefur þetta státað sér af gullskirtunni sinni. Já. Svona eru menn prúðbúnir þegar þeir eru að spila bílgast. Já, ekkert annað. 59. 59 skoraðir. Já, þetta er fer rólega af stað eins og leggirnir hinir allir hjá þeim. Hinir 3 sem búnir eru. En það er spurningin að annað okkur að standa upp og pikka hans í það og segja það að útsendingun þarf að klárast í kvöld. Já, það er spurning hvort við fáum hér keppendur sem ætlar að keppa til þess að nippa aðeins í það hann á eftir. Já, benda þeim á þetta. Húsið lokar klukkan 12:30. Nei, það má nú ekki láta svona þó að léttleikin verði nú að vera til staðar. En þeir eru ekki að fyrirleikurinn sem var hérna áðan, leikurinn hjá Halla og Jobba, hann var svona meira skor og meiri stabilitet, sko. Já. Þannig að hérna, þetta er... 45. Ég mitt rætti við hann Halla eftir leikinn og hann sagði við mig að hann það er í Danmörku núna að keppa í svokallega STC-keppni sem er skandinavsk. Já. Þá kom aðeins smá eitthvað flögt í kasti hjá honum. Þar í þeirri keppni? Já. Og hann var ekki alveg búinn að vinna úr því. Nei, þá er það bara æfingar. Já. Það er ekkert annað að gera. Já, nú vil ég sjá Þröst taka lágmarki 100 til þess að eiga hæsta útskot eftir. 170. Og svo komdu með hann að hann upp í. Óöfni. Hann fekk ekki rétta snúningin á píluna þegar hún lenti í neðri pílunni sem var fyrir í spjaldinu. Þá fór þetta svona. Ef þú horfir á kastið á Einari Möllununa, sjá hvað hann snýr upp á pílunni sinni. Já. Það er svona sumir sem vilja láta snúast á loftinu. Það er aðri vilja láta bara svífa beint í. En það er náttúrulega í þessu eins og öllu öðru að það þarf, ég sagði það hér fyrir kvöld, að það þarf að hleypa alveg í gegn. Já, en bara... Fylgja eftir. Menn hafa sína takta í þessu. Já. Það er bara svoleiðis, en þeir segja það snillíka, það er Phil Taylor og fleiri, Van Gerwen. Taka skotið alveg í gegn. Fylgja pílun eftir, rétta úr liðnum. 110 hjá Þresti, það er bara 20. Á 90 eftir og bara aftur. Já, þá bara rétt að segja af núna fyrir gott útskott. Skilur sér eftir í 55, já, Einar tekur þetta. Það er fyrsta bíl labba. 2x10, 2x5. Hún í böllirinn. Það er minnst í það. Já, hvað gerir Þröstur? 15 og toppinn eða? Hvernig ferur það? Já. Eða fer hann í einhverjar þrefaldartölur til að eiga til 2x2? Nú tekur hann þetta bara fyrst.
Ég vil menn fara að nýta pílundi sína aðeins. Nei, þetta er úti. 40 eftir. Já. Það gerir... 2x5. Vírin út. Já, fjarlæði streitinn. Já, þetta er nefnilega leiðin, sko. Þetta er... Menn eru hrættir hana. Menn eru smekir. Þetta er óþægileg tala að eiga eftir. Sérstaklega eru oft bara 2 pílur eftir og það átti ekki verið inn fyrir. Nei, og lenda í því að eiga 5 eftir. Þá þarf það að byrja á því að rétta þig af í næst þegar þú kemst að, sko. Já, lækkar á flugið. Of neðarlega. Það heitir 3.15. Nei. Þegar ég var kaldur á þessa tölu, 5, þá sett ég oft eina píl í tvisting og tók upp 4. Já, en þarna gekk það. Vel gert. Hann er bara svo kultiverðar. Einar komin í 3-1. Og búinn að vinna 3 leggi í röð. Já. Þannig að Þröstur það nú að fara að vinna, hann auðvitað á kasti núna, að byrja legginn. Já. Ég gerir nú ráð fyrir því að hann fari nú á vagn. Ég trúi bara ekki öru. Ég er sammálaður í því. Það er bara svoleiðis komendur. Já, þetta er alltaf gerst. Já, þetta kemur. Við fáum svo spennandi hér, þetta er náttúrulega verður spennandi leikur, það er alveg klárt mál og svo er það næsti leikur hér á eftir, er það Vítor og Þorgeir Gamli, 73 ára, margfaldur meistari. Það komum við inn og ganga á höndunum með það? Já, það er svolítið síðan ég sá það síðast. Já, ég skilst hann gert á einhverju afmælisháttíðinni sinni. Já, ótrúlegur einstaklingur, alveg hreint ótrúlegur. 45. Hann á eitt flottasta bílskúr landsins. Já. Hann haldið flott mót þar. Hann er á góðum stað í bænum og aldeilis frábær, sko. Höfðu ekki heima að segja. En aftur að þessum leik, við fáum Þorgeir á eftir og fáum sögur af honum væntanlega þegar hann spilar hér á eftir. En Einar er einbeittur kominn í 50 stig yfir rúmlega. Þröstur svarar þessu, byrjar vel. Já, 125, vel gert, fína pílur. Þekkjum að kallinn, sko. Já, þarna er hann. Þetta er svona einn af þessum mönnum sem hefur komið pílunum í einhverja stöðu sem enginn trúir því að setja trófaðum í. Já. Það er bara þannig. Það er bara flugis. Einhvern veginn finnir alltaf pláss. Já. Þetta er svona 25, 37. Ekki nóg gott. Þetta er ekki nóg góð eftirfylgni að skora þessi 127 stig eða hvað hann gerði þetta á undan og fara svo í þessa tölu. Þetta er ekki alveg málið, sko. Mér finnst bara Einar vera ómikið að velta þessu upp úr í hvað hann á að hitta þegar hann rétt hitti feiturreitina í 250. Já, það er bara að halda rytmanum. Haltu rytmanum í gangi og bara einbeittur að því sem að þér finnst best. Þú þarft ekki að staldra í ykkur útreikningum en þá. Nóg eftir enn. Nú þá Þröstur aðeins að setja... Þröstur þarf að rétta sinn hlut. Það er tækifæri núna fyrir hann. Nú er hann undir 96 eftir. Já. 59. Já, þetta er samt hann hefði þurft að gera meira. Einar getur komið sér í kjörstöðu af því að hann, þegar maður kemur niður fyrir 170 þá á hann séns að taka út. Það er 150 eftir. 177, það er ekki hægt. Þröstur nær því ekki. Það þarf alltaf 6 pílur. Já, alltaf 6 pílur. Hinn minnsta. Já, kannski ef hann skorar vel núna þá kannski getur hann enda að taka 4 pílur. Já, en allavega við tölum þessar 6 pílur þessar 2 atrennur sem hann þarf til þess að ná þessu. Nei, ekki klárar hann þetta, það er nokkuð ljóst. Það kórar hann bara að setja 3 í. Nei, 62 gerðir. Já, þetta eru fína pílur. 117. Já, þá byrjum við á 60. Alltaf 60 í þessari stöðu. Nú á 97 eftir, þá er það 3x19. 3x19. Nei, 90 eftir, það er það 3x18. 45. 45 gerðir, 72 eftir. 88, þá tekum maður bara 60. Já, eða 3x14. Svona skulum fara, já, það er auðvitað... Það er hægt að gera ýmsa leiðir í þessu. Það er maður ekki með 87. Já. Það er bara rólega eins og það er búin að gera 18 gerðir, þá er 70 eftir. Já, hann á 55. Þröstur fer núna mjög líklega í 16. Já. 3x16, doppelt 12. Nú þá er það bara aftur 16 og doppelt 20. Já. Og í fyrstu pílu.
Nei, skilur sér eftir í 19. Já, en þarna sérðu hvað hann var snöggur að skila af sér síðustu pílunni. Já. Eins og lífið lengi á. Já. Strætóði fann að ganga nóttina ekki, hann þarf ekki að flýta sér. Nei. Sérðu hvað Einar, hann bara klárar þetta. Já. Þetta er virkilega vel spilað hjá Einari. Hann er fylginn og nær þessu virkilega vel. Komin í lykilstöðu hér, leiðir 4-1. Já. Það er bara ótrúlega vel gert hjá honum af því að þetta er Þröstur þetta þreita frá Bridgesunum helgina sem að trufla, maður veit það ekki. Já. En núna hérna skal ég segja var ég að sjá það að landsliðsþjálfarinn er mættur í hús. Já. Hann er að fylgjast með þessum móti greinilega, mættur að staðan og styður sína menn. Já, það er vel gert. Já, flestir af þessum mönnum sem er að spila hér hafa að spila með landsliðinu og er að spila með landsliðinu. Já. Þannig að þetta er bara, það er metnaður núna. Já. Gaman líka að vera að spila á þessum stað í Egilshöllinni. Þetta er íþróttahöll. Hér getur þú farið á skauta, fótbolta og keilu og í pílukasti núna. Þannig að þetta er nóg að taka. 5 leikarnir og Fjölnir með allt saman. Þannig að þetta er íþróttahöll. Þarna gott kast á Þresti á hann, tók 137 þarna. Já, virkilega vel gert. En núna greinilega vaknaði lífsins, hann veit að þetta verður að klárast núna. Já, hann verður að, ef hann ætlar ekki að setja bakið algjörlega upp veg, þá verður hann að koma tilbaka núna. Það er bara engin afsláttur af því. Já, Einar getur kannski svarað þessu eitthvað. Hann er að missa svolítið niður píluna en Einar. Já, og svo eins og þú bendir réttilega á, hann er með sviðbrigði sem að er eitthvað að trufla hann. Í staðan fyrir að halda rytmanum, hann hittir hérna í 3x20, að bara halda áfram. Þetta hann er þekktur fyrir það að vera með svona karakter í þessu hann Einar. Já, hann er sterkur karakter. Já. Litríkur einstaklingur. Já. Góður pílukastari. Alveg ótrúlega góður. Sérðu? Já, 140. Og fær salinu upp. Já. En nú getur hann ekkert klárað sko. Nei. 159 er ekki að taka út. Nei. Já, Þröstur að fylgja þessu, hann verður að gera þetta. 140, fína pílur hjá þeim í rúnuna, tvær serjur í röð. Einar eitthvað að reyna að ná sálfræðinu tilbaka. Já. 23 gerði þarna, hann þarf bara að halda fram. Já, 43. Já, Þröstur, nú byrjum við bara á 3x20. Það verði frábært þessu. Já. Og uppinn, 51. 51. Já, 98 eftir sko. 33. Já, fína pílur, 38 eftir, tvöfaldur 19. Það er alveg magnast að við það. Ég er búinn að sjá þetta nokkuð oft í dag á þessum mörgfáu leggjum að þeir eru að skilja sig eftir í 38. Já. Sem að er ekki góð tala, við fórum yfir það á hann. 31. Já. Hvað gerir Þröstur? Hann lítur að rétta sig eitthvað. Ég trú ekki að hann fari í þetta. Hvað gerir hann? Jú. Þannig sjáum við hvað gerir. Það fyrir 3. Og svo tvöfaldan 8. Óöppinn. Þá á hann 8 eftir, tvöfaldar 4. Það er klukkan 2 á spjaldinu. 85 þá tökur hann mættulega 3x15. Við býst við því. Já, það er 3x15 allan tíman og toppurinn svo, 2x toppur. En hann er vissu og með ólíkindum tólan. Og svo 20. Og svo búl. Og búl. Já, þetta er rauð. 50 eftir, rauður. Það var óþarfa 46 eftir. Já, Þröstur, þú bara verður að nota þessa pílur til þess að taka þetta út eða þú ætlar að eiga möguleika í þessu. Sprunginn. Hann er bara að sprengja nokkur sinni. Já, hann er búinn að gera það. Já. 10 eða 6. Já, það var toppurinn. Óöppinn. Já. Þröstur, hvað gerir hann? Hann er maðurinn sem er sagst hafa mörg líf. Jafn mörg líf og kötturinn. Já. Þarf að þetta allavega fórna einu núna. Ég byrði að tala við bílunum bara. Stýriði minn. Hann stýriði minn. Já. Þetta er bara vel gert. Þetta er orðið leikur aftur og tala nú ekki ef að fyrst að Þröstur byrjar hér núna 7. legginn að hann sækir þá sigur í þessum legg. Hann veit að hann þarf þess. Já, það er algjört skilyrði að vinna þetta. Vegna þess að ef hann tapar þessum legg þá er Einar að byrja þann legg á eftir sem þýðir það að hann geti verið í bílstjórasætuna að klára það.
Það er akkurat málið, það er hérna, þetta er bara lykilatriði. Já. Ágætis byrjun hjá honum. Já, Einar nær ekki svarað þessu. Nei. Og þá er tækifæri fyrir Einar, bara bæti í, nei fyrir hann Þröst sig að bæti í. Það er fullt að trúa því. Já. Klár á því. 81. Já. Fína pílur. Já, það er 80 meðaltali hjá honum. Rétt rúmlega. Við erum kannski að vera að horfa upp á það að þeir spila kannski 15 pílur leik núna. Já, það er aldrei að vita. Það er bara aldrei að vita. Segðu, hann raðar þessu núna í. Já, þetta er svona á að svara þessu. 100 fína pílur. Virkilega vel gert. Svona á bara að svara þessu. Hafa trú á sér og gera þetta. Og Einar er nú að reyna eitthvað að spýta í. Hann er nú heldur betur að... Þéttar, flottar pílur. Já, góð serja. Góð kastserja. Já. Það er bara svo liðis. Þetta er það sem við viljum sjá, sko. Já, þeir halda áfram. Þetta er gaman að sjá. Já. 120 gerðir þarna. 185. Já, fína pílur. 105. Eftir hjá Þrösti. Já. Einar verður þá að koma tilbaka. Já, hann kann nú að... 25 komnir, það gengur ekki nóg. 45 ekki nóg heldur. Ég held að hann fá henni nóg á marga pílur til þess að klára þetta. Já. Hann er alveg með þennan legg. 85, það er spurning hvort hann farið 315. Nei, það liggur ekkert á. Bara liggur ekkert á. 28. Já, hann fyrir 319 í 85, ég var búinn að gleyma því. Já, hann gerir það. Já. Það var bara, eins og sagt, my mistake. Já. 58. Einar er að kasta bara til þess að ljúka þessu einhvern veginn. Já. Hann er ekkert að setja... Nei, hann er ekkert að setja pressa á hann. Hann er búinn að átta sig á því, hann náði þessu ekki, sko. Já. Og toppurinn, 2x20. Small í vírnum og fóður upp úr þessu. Það er þetta nógan tíma. Já. Einar er bara að hita núna fyrir næsta legg, sko. Já. Hvað gerir Þröstur? Talar hann píluna til og setur þetta í 2x20. Já. Sjöðuleik til Þrösta. Hann er svona að koma sér inn í þetta. Já. Einar byrjar alveg nú leikinn. Einar byrjar. Þannig að þetta er orðið 4-3. Nú verður Einar að nota þetta tækifæri. Já, byrjar á 60, vel gert. Virkilega vel gert. 81. Þetta er eins og Þrösti byrjaði á. Já, Þröstur bara heldur áfram. Nú er hann kominn í gang, sko. Sjáum við þetta, 180. 135 í annað sinn. Í annað sinn í kvöld hjá hann. Þetta er vel gert. Vel gert hjá hann. Þarna hefði hann átt að fara eftir eins og þú sagðir í byrjun kvöldsins að fara í 19. Þannig að það var alveg opið reitur. Já. Það liggur ekkert á. Nei, það liggur ekkert á. Þetta er nefnilega snýst um það að nýta spjaldið. Ég er á því. Ég bara hef séð það hvernig þeir eru að gera þetta á heimsmeistaramótinu. Fylgdist vel með þessu þar og þar eru þeir að gera þetta og þeir töluðu um það. Kollegar okkar sem að sáum að lýsa í þeirri útsendingu að nota spjaldið, þeir eru búin að blokka reitin. Notaðu allt spjaldið, notaðu allar tölurnar sem í boði eru. Það er nóg pláss. Akkurat. Svo þetta líka eins og þetta Einar núna. Nú er hann kannski ekki alveg að hitta nógu vel reitin, 20 reitin og þá er þetta spurningin að fara í varatöluna sína hvort sem það er 19 eða 18. Akkurat. 1-2 köst bara til þess að svona... Bara fínt púsa sig. Já, aðeins að pröfu eitthvað annað heldur en alltaf að vera vonbrigðum stilla sig af. Í staðinn fyrir eins og segir réttilega, að svekkja sig á því að hafa farið í 1 eða 5 eða eitthvað. Það er óskum svona gjarn á hýsinu. Fyrstu bílinn niður, trippul. Þetta er málið, nýta spjaldið. Þeir kunna þetta alveg þessi strá. Nú þarf hann að passa upp á það að eiga gott útskott. Og 80 getur það, þetta er flott. Þetta er glæsilega gert, 102 eftir, 100 gerðir, 112 eftir fyrir ekki. Hann setur pressu á mannin sem byrjaði að leggja inn og óöppinn hann.
Þetta voru ekki 60 í gólfinu, þetta voru 20. Já, en það er þessi, þegar leiðum að breyti svona, hvað maður segja, skot áttinni eða færi sér til hliðana, að þá auðvitað vill oft verða þessi píla fyrir eitthvað astanlega. Já, 80 gerði það ekki. 80 gerir. Það er 82 rættir. Já. Það var langt frá því. Það var langt frá því. En það er alltaf leið, hún liggur ekkert á. Það er bara betra að finna taktinn og átta sig á þessu og koma svo bara sterkur og klára þetta í fyrstu pílu á eftir. Einar aftur orðin svona hraður á sér og... Já, bara búin að viðurkenna að nokkurn veginn, hann sé búin að tapa þessu. Já, nákvæmlega. Og þar með hleypa þessu 4-4. Já, og Þröstur fara að byrja næsta leik. Já. 2x8, mistað þessu. Já, hann er fjarið þessu. Já. 16. Það er rosalega kaldur á tónunum. Já, alveg svakalega. Já, þetta er ekki góð svitsi. 160, Einar er nú djókarinn sem getur tekið þetta út, en ekki í dag. Allavega ekki núna. Nei. 120 eftir, færir hann sér til hægri. Já. 60. Ágætis pílur. Já. Já, Þröstur. Já, hann hlýtur að taka þetta í fyrstu pílu. Það er komið tími til að taka þetta í fyrstu pílu. Sýna okkur hvernig hann á að gera þetta. Einir langt inn. 2x4. 2x2. Það er talan hans. Nei. Þetta kannski segir allt sem segir það. Hérna hér. Það er tonn fyrir Einar. Þetta eru 2 pílur. Já. Það er ekki klárað að það núna og næstu búinn að sprengja þetta. Já. Þröstur á möguleika á sinni upp áltölu. Þröstur, þú fari ekki annars séns eftir en þennan. Það er bara þannig. Þetta er... Einar kemur strax í baki á hann. Ef hann tekur þetta ekki út núna þá kemur Einar í baki á hann og neglir hann út. Mér sýnist hann alltaf fer í 5-3. Taka þetta núna. Já. Við erum að tala um það að nú er Þröstur búinn að taka hérna 3 í röð. Já. Hann er búinn að koma tilbaka í stöðunni 4-1 í 4-4. Þannig að það er nú aldeilis frábært, en ekki er útskotin há. Þetta er 10, 8, 40 og 20, eða 2. Þannig að það er akkurat málið. Þú verður að grípa tækifærið og taka þetta út þegar það gefst. Já, og það er búið að fara óvenju mikil tími í útskotin og menn eru ískaldir á tölunum, eins og stendur. Það er spurning hvort að landsliðsþjálfarinn hringi í þessa mennin á morgun og sendi þeim bara prógram til þess að æfa. Já, gjörðu svo vel, farðu og taktu feitar tölur og farðu svo að æfa útskotin, svo var sagt við þig hér forðum. Já, maður veit það ekki, Guðmundur. Þröstur byrjaði nákvæmlega. Já, vel gert hjá Þrösti. Enda byrjaði þennan legg. Leiðu við fyrir að skella þess að stráka þá fara þær í öruglið. Nei, þessi er nú inni, fínum staðan. Já. 81. Það er svona aðeins að þéttast í skorið það. Já. Þröstur er að hitna. En ég verð að viðurkenna það að ég hefði nú viljað sjá Einar fyrst að hann greip gæsinn að koma í mótið að nýta þetta. Já, hann hefði mátt gera það. Vera komin í 4-1, búin að missa hann í 4-4 og er undir, svo munar eftir 6 pílur í þessum legg. Nú er annars í slatt að vera búin að gera 52 í 6 pílur. Já. 97, fína pílur hér Þresti. Þú sér það að hann er komin í 220 fram úr honum, þannig að þetta er farið að líta illa út fyrir Einar eins og staðan er núna. 60 er ekki nóg. Nú getur Þröstur bara einbeitt sér að hitta 20 reitinn og þá var hann komin í útskoti, hann tekur bara 60, hann dýr til útskotið sko. En hann auðvitað vil taka 1 tonn 80 fyrir okkur ef að út í það er barið. Já. Okkur vantar fleiri tonn 80, 2 komin í kvöld. 25, allt í góðu, það er langt í Einar. Einar er ekki einu sinni farin að Antoni hálsmálið á honum í þessum legg. Það er búin að vera mjög slakir leikir núna hjá honum Einar í síðustu 3. Og þessi er ekki að... Nei, hann er, Þröstur er bara að koma tilbaka og reitt 4 að fara í 5-4. Það er bara gefið. Og maður sér það á Einari, hann er búin að gefast upp í þessum legg nú þegar, sem er ekki gott. Þröstur er það nýtt að tekja fyrir. 96. Já, þetta er fínt. Hann er að skora þetta hátt í 100 stig. Sér það, hann er nánast 300 púntum. Já, og Einar er bara að henda þessi gólfi. Nú ætlum við að horfa upp á það að Þröstur takki þetta út í 2 pílum og byrjar á 3x17. Svo tekur hann 2-faldan 16 eftir. Já. 17 pílu leik. Nei. 80 eftir. Verðum við að fara í nýtt program. 60 eftir.
Þá var hann gerir 20 eftir, 2x10. Hann var svo hrættur að hitta triple 20 að hann fór alveg hátt upp. Já, vildi verið langt frá honum að hætta því. 4, Einar er alveg hygglum horfinn. Nei, hann kom aðeins þarna tilbaka, 64 gerðir. En þetta eru 130 púntar, 230 púntar frá sig. Það er spurningin að hann fari bara í þegar að koma svo út í tvistinn. Já, það er spurning. Nei. Nei, sprengir þetta bara. Já. Enda er það alveg óhætt. Einar á ekki breyk ekki nærriði strax í útskot. 2, hægt að telja þetta í ég. Þetta er þvílíkt og annað. Þetta er daburt, afskaplega daburt og hann er búinn að hengja haus bara núna í síðustu þremur leggjum, hann Einar. Það er ekki gott. Við tökum hann þetta aftur. Já, útskot, 5-4. Þetta er ótrúleg endurkoma hjá og nú byrjar Einar þennan legg og hann verður bara að gjöra svo vel að gera þessi í brók ef hann ætlar að fá okkur út úr þessu. Af því Þröstur er orðin bara funheitur. Nú er að semja bara að fara í oddan, held ég. Þeir eru að ræða bara saman, sko. Þeir eru bara komið á kaffihús. Já, það er. Og Einar er ekki að nýta tækifærið. Nei, Einar er ekki að nýta tækifærið. Þannig ef að Þröstur kemur með góða pílu núna og þetta 26 er ekki góð byrjun. Eins og við sögðum á hann, byrjenda byrjun. Það er saga af einu manni sem að hérna skal ég segja átti. Nei, heyrðu, erum við að tala um nýju bíluleik núna. 180. Vel gert. Sagan að þessum ágæta manni var þess eðlis, ef hann gekk illa að spila kvöldið og var óánægður með sjálfan sig, þá fór hann bara heim og æfði þessu og fór ekki að sofa. Já, akkurat. Svefnin tók hann út síðar. Já, gott svar þarna. Já, gott svar. Þannig að nú er möguleikinn. Við viljum fá annað 280. Nei, ekki varð okkar að þessu sinni. Nei, það er bara að halda fram. Ekkert annað, 45. Þá erum við komið með 3 tonn 80 í þessu kvöldi. Já. Þannig að Einar minn, þú verður nú að fara aðeins að spýta í lófana. Já, fyrir ykkur óöfn hana. Það var stöngin út. Þröstur og kastið inni, þannig að Já. Ekki byrjað nú vel hjá honum. Það er samt oft komið fyrir það þegar menn tekið tonn 80 og þeir eru að tapa legginn. Já. Það hefur komið fyrir. Já. En ég er ekki trú á því að það gerist núna. Nei, en þá er Þröstur líka að fara áfram og sigra þetta virkilega vel eftir að hafa lent í töluverðum erfiðleikum. 1-4. 1-4. Já, ég minna það. 1-4, það er algjörlega þannig. Já, hann tekur núna bara þægilega bílur í þetta. 80 gerðir. 60, nei, hún var úti. Píla nr. 2 var í 20, ekki þreföldum 20. En nú er hann að passa sig á því að gera ekki 60, en ok, við þurfum ekki að hafa hann inn á að gera því. Nei. Hann er bara í 208 eftir, þannig að hann að hellinga eftir. Nó eftir. En nú byrja Þröstur mjög líklega á því að taka annað rautt eða grænt. Já, í miðunni. Já, ef maður tekur græna búlið, þá tekur maður þrefaldan 20 eftir. Nei, hann er bara beint upp. Beint upp. Hann hinn á ekki útskot. Nei, þannig að þetta liggur ekkert á, sko. Liggur ekkert á. Nei, þetta er vel spilað, þetta er örugt. Þetta er góð spilamennska, 76 eftir. Þrefaldur 20 og tvöfaldur 8. Þetta er held ég 4. eða 5. sinn sem ég sé fyrstu 2 pílinn eða Einari fara í 1. Já. 18 gerir. 170 eftir. Nú kemur eitthvað showcase og Einari ef maður fær tækifæri. Bara þrefaldur 20 og tvöfaldur 8. Það er bara útskotið. 16. 16 og tvöfaldur 20. Já. Þetta er bara skólabókardæmi. Koma svo. Langt frá því. Já, langt frá því, en ágætt tilraun. Hæsta útskot, mögulegt er í pílukastinu. Já. Og einu sinni enn. Hann náði á 105 eftir. Já, vel gert. Vel gert, þína pílur. Já, Þröstur. Þetta er fyrir sigrunum. Já. Fyrir sigrunum í þessum leik. Tvöfaldur 10. Já. Fyrstu pílu. Virkilega vel gert. Fyrsta píla, virkilega vel gert. Góðu leikur hjá Þrösti. Þröstur greinilega
gerði bara gríðarlega góða hluti með því að koma tilbaka, hafa lent undir 1-4 og taka svo legginn þennan leik 6-4. Ég vil nú samt meina það að Einar hafi nú ekki sýnt á mótspyrnu sem hann var mögulega á. Nei, akkurat. Þannig að við sjáum hvað gerist nú. Næsti leikur, hann er... Það er núna eftir nokkra mínútur, Vítor og Þorgeir, þar verður hörkuleikur. Þorgeir Guðmundsson, 73 ára gamall, eftirlæti margar pílukastara hér á landi og litríkur karakter og það verður gaman að fylgjast með honum. Fáum okkur smá kaffipásu, Guðmundur, og komum svo aftur eftir nokkra mínútur. Nýju bílar núna, Þorgeir byrjar búin að Jæja, þá erum við tilbúin í leik nr. 3 í úrvalsdeildinni í pílukasti hérna frá Shaken Pizza í Keiluhöllinni. Eru að gera sig klára þeir Vítor og frá Portugal og gríðarlega góðu pílukastari á móti gamla Þorgeiri Guðmundssoni. Og sjáum hvernig það er. Þeir fá hér 9 pílur til þess að hita upp. Er það nóg? Já, það er alveg nóg. Er það ekki? Jú, þetta er alveg nóg fyrir þess að Já. Þarna erum við að tala um 73 ára gamla mann með þvílíka reynslu. Já, margfaldur Íslandsmeistari í greininni. Já. Og hefur sigrað tvímenning í 501, ég veit ekki hversu oft og aldrei með sama einstakling. Nei, það er heila alveg ótrúlegt sko. Svo hefur hann 7 sinnum hefur hann sigrað í tvímenning í 501 og aldrei með sama partner. Það er náttúrulega stöðuleiki. Þetta er svona metnaðarfullt hjá honum. Já.
Enda þegar menn eiga besta skúr landsins þá kannski hægt að gera þetta svona. Já, maður getur æft endalaust. Maður á að taka sér þessa menn til fyrirmyndar, Guðmundur. Já, við skulum bara fara að leita okkur að nýjum skúr. Já, ég hefði haldið það. Það eina sem hægt að gera. Hann hefur líka farið erlendis á ansi mörg bílamót. Já, og er að fara á Skandinavíu. Þorgeir kasta búlið og það er bara grænt og rautt sem að telja. Já, Þorgeir á búlið. Þannig að við sjáum hvernig það er. Hann fyrir utan, þannig að þetta telur ekki. Og þá var það spurning hvað Vítor gerir. Já, 25. Vítor byrjar. Þarna sjáum við aðeins smá mismyndi stíl ef ég fyrir aftur í stílinn. Já. Þá sérðu hvað Vítor er með hérna skal ég segja stuttkast og hann dregur píluna. Hann heldur svo framalega. Hann dregur hann í gegn. Já, akkurat. Og þetta er náttúrulega rosalega vel gert hjá hann, sko. 140. Aldeilis frábær byrjun hjá Vítor. Þetta er ákveðin skilaboð sem hann sendir út. Svo aftur á móti erum við með Þorgeir sem er með alveg þvílíka reynslu og sínu kasti og hann ítir þeim. Já. Það er svona... Einhver smá bíð á 28 hjá Þorgeiri. Hann vantar að fá stöðuna upp á skjáin hjá okkur. Tæknimennir okkar er að vinna í þessu. Það voru 140 hjá Vítor og 28 hjá Þorgeiri. Einhver smá tæknilega örðuleikar sem að þannig að það er stutt hlé gert á þessum leik. Út í pittur. Nú er að hlaupa milli manna og reyna að fá... Smá töf hérna, tæknilega töf. Smá tæknilega töf, já, sem að veldur. Við skulum sýna þessu bilum. Kemur maðurinn sem kann þetta allt saman, Pétur Guðmundsson. Sjáum hvort þetta fær í gang. Allt komið, takk fyrir það. Þetta bjargast allt saman, þá getur leikurinn haldið áfram. Vítor heldur áfram að raða þessu í þrefaldan 20 og 83 gerðir. Maður þarf að rétta sig af. Já, það er ágætt að gera það snemma. Þorgeir, þetta kann hann. Þetta verður hörku viðurinn. Já, þetta verður skemmt. 125. Vel svarað hjá Þorgeiri. Þorgeir er ótrúlega sigur í þessu. Og Vítor líka. Það er svona reynsla sem hann býr yfir. Já. 140. Frábæra pílur. Í annað sinn hjá Vítor í þessu legg. Þorgeir svarar. Og fyrir Þorgeir. 135. Þetta er svo einfalt. Þarna erum við að sjá tölvöld að muna milli leikja. Já, þarna er heldur betur. 138 hjá Vítor. Reyndi þarna 18 til þess að rétta sig af fyrir gott skor. 38. 100 eftir. Þorgeir getur ekki tekið út. Nei, það getur sett pressa á þetta. Já. Við viljum sjá hann gera það. 80 komnir. 99. Þarna fer hann niður. Reynir þrefaldan 19. Þetta er vel gert. Píla nr. 2 í spjaldinu, hún skeigði á þrefaldan 20. Já, ágætt að rétta sig af í leiðinni. Já. Vítor reynir þetta ansi oft. Hann reynir oft að taka 80 skoraðir. 3 sinnum doppel 20. 3 sinnum doppel 20. Hann reynir stundum að gera þetta. 80 eftir. 94 eftir, þá voru þrefaldur 18. Þrefaldur 18. Hann verður bara að koma sér skot. Það í 60 bara. 58 skoraðir. Ég býst við því að Vítor tekur þetta. Já, eða ekki mörg á pílum í þetta. Nei. Það er ballirinn aftur. Skot í öðru leik til fyrsta leik til Vítors. Það er bara örugt. Nú byrjar Þorgeir. 100. Byrjar á tónni. Byrjar á tónni, vel gert. Og það var spurningin hvað Vítor gerir, hvort hann svarið þessu. 39 komnir. 46. Þorgeir verður bara að halda áfram. Hann byrjaði legginn. Halda bara áfram á sömu braut. Ef það er einhver sem veit hvað þarf að gera í þessu, þá er það þessi mann. 45. Hann veit alveg að þetta vinnst ekki á einu legg.
Nei, það víst ábyggilegt. Vítor eitthvað að missa flugið, hann byrjaði, og þá verður maður að kyngja þessu. Samt hægði staðins á honum, hann var í top 40 á. Já, gerði það í tvígang í fyrsta legnum. Já, þannig að maður vill að menn þetta bæti í en ekki slakja á, það er akkurat málið, sko, akkurat málið. Nú var það nú fínt aðeins að banka aðeins í Þorgeir og beða hann að hætta að vera vonbrigði með kastið sitt. Já, ég er algjörlega sammála því. Að sjá fagmennskuna í fyrirrúmi. 41. Já, þetta virðist bara að vera trendið í kvöld. Já. Það er spurningum að fá einhvern sálfræðing hérna í hópinn fyrir næsta kvöld. Já, til þess að leiðrétta þetta. Þorgeir fyrir niður núna, fyrsta pílan skíða á 20 reitin. Já. 43. Þetta er óvenjulágt skor, að vera komin í 268 eftir 12 pílur er ekki viðunandi af þessu manni. Nei. Það er nokkuð ljóst. Það vantar eitthvað smá einbindinguna. Já, algjörlega. Og Vítor í 21, hann er eitthvað að velta þessu fyrir sér, færi sér til hægri. 41. Ég vil að segja það að þeir hafa nú ekki sýnt kannski píluna í kvöld að þeir þurfa að vera mikið að vera reiknast út í einhverju 300 sko. Nei. Það er aftur á móti þegar þú ert í þessum gæðaflokki sem er erlendis og þá eru allir menn sem eru með 28. Þessar stóru tölur búin að reikna hvað þeir eru að gera. Já. Og þeir eru með plan B ef að fyrsta pílan klikkar sko. Til þess að halda reismannum. Já. Nú verður hann bara að halda á. Það verður að hætta eftir sér upp úr þessu. Já. Og þá er einmitt leiðin þegar maður er búinn að vera ekki sáttur við það að fara með 2-5 að fara þá niður, fara í 3x19 til þess að prófa hlutina bara. Já, Þorgeir ætlar að koma sér í útskot sýnist mér. Já, vel gert. Og 100. Já, fína pílur. Við höfum séð Þorgeir taka þessa tölu margoft. Já. Það er alveg klárlega auðvelt fyrir hann. En við kannski erum að sitja mikla pressa á hann. Nei. Hann heyri ekki í okkur. Já, hann gerir það nú ekki, en hérna, hann er pílukastari á bestu gerð hér á landi. Já, komið sér það bara í gott útskot núna. Já, höldum áfram. Einnar pílu útskot ef hann getur. 60. 80 eftir. 161 hjá Vítor Tjarúa. Það byrjar maður bara á 320. Það er sama. Og svo bara 51, 317. 84 eftir þá bara 228. Já, fína pílur. 97. Það er smá pressa á Þorgeir. Já, Þorgeir verður að taka þetta bara, það er ekkert öðruvísi. Já, tekur þetta bara tvisvar sinnum. Þetta eru menn sem hafa gaman að þessu. Já. Þetta er alveg, útskot 80. Þetta er bara vel gert Þorgeir Guðmundsson. Gaman að sjá þessar tölur. Þetta er eina aðferðin. Já, það er skemmtilegt að sjá menn sem eru með smá stæla. Já. Og sína úr hverju eru gerðir. Já. Það er bara svoleiðis. Ég man þar ég var fyrir pílukastinu þegar ég var að hitta Þorgeir fyrsta skipti og þegar fyrsta pílum mín lendi í einum. Þá huggaði mér alltaf með því að segja maður þarf að rétta sig af. Það er bara góð leksía. Þetta er svona skemmtilegri pílukastunum. Já, hann er það. Algjörlega. En þú sendur hans með Vítor og það er ekki sviprið á hann og þá hann gerir 21 eða 1240. Nei, komin í 120. 180. Já. Virkilega vel gert, sko. Virkilega vel gert. Hérna alveg streyma inn, hérna fagmenn í pílukattinu. Já, 480 kvöld, liti dagsins ljós. Þetta er gaman að sjá. 40. Þorgeir svaraði þessu nú ekki nógu vel. Nei, hann gerir það ekki. 40 er ekki gott svar við 180, þannig að Vítor er í algjörlega í bílstjórasætinu. Í þessum legg. 78. Já. Þetta er eins og við vorum að tala um. Nota spjaldið, fara niður, tjekka á þessu. Já. Það væri fínt að fá eitthvað gott skori á Þorgeir núna. Já, það væri alveg gött. 60, já, þetta er allt í lagi. Og þjarmar að honum, það eru 158 í Vítor fyrir Þorgeir Guðmundsson. Já, það er ef að Þorgeir ætlar að vinna þennan leik þá verður hann að brjóta legg svo kallaðan. Já. Vinna legg sem að Vítor byrjar á. 42. Já.
Þannig að það er ágætt að gera það mjög fljótt. Í þessu, já, algjörlega. 20 og 39, 41, 42, fyrirgeði. Já, það er ekki nóg, 160 eftir hjá Vítor. Svo er ekki að hægsta útskoti. Já. 60. Endur tökum við þetta. 60 og toppurinn. Koma svo. 140. Góðar pílur, góð tilraun Vítor. Virkilega vel gert. Það er ljóst að maður veit aldrei. Þessi þau mátt fylgja henni. Já. 72. 72 fyrir Þorgeir. Langt í land fyrir hann. Vítor á sigurinn vísan hér í þessum legg. Og það fór hann inn í og tók það svo bara doppel 5. Nú fór hann fyrstu bíl út fyrir. Þessi líka. Það vildi greinilega ekki. Nú er hann búinn að loka töluvert á reitinn. Þannig að hann þarf að færa sig verulega og skrítið hann fari í þessa leið. Ég hefði haldið hann að þetta fara til vinstri. Já, svona er nú sportið, maður. Þráttur við sem er góð að sína á þetta. Já, akkurat. Þorgeir, þetta er tækifæri en þú ert ekki að nýta það vel. 41 er alls ekki nóg. Bara alls ekki. Hvað gerir Vítor hér? Nei. Já, þetta er svo sem allt í lagi. Doppel 4. Tvöfaldur 4 eftir. Já, tekur það strax. Vítor. Nú er hérna Þorgeir að fá pressun aftur. Nú þarf hann að klára þetta. Þorgeir er ekki sáttur við þessa byrjun. Ég þykist við allt um það. 24. Já, en það sýnir hann það. Glöggt. Þetta er smá stress. En þetta er maður sem getur snúið yfir. Já, sína pílur. Sneiðan Vítor. 140. Nálægt í að fara aftur í 180 eins og áðan. Ég var nú á pílumótið þar sem Vítor var að spila og ég fekk þann heiður að skrifa fyrir hann 10 píluleik. 43. Hann klikkaði á triple 19 í þeim leik. Hvað er þetta að segja? Í 7. pílu. Réttins 8. pílu. 8. pílu. Það var rosa gaman að sjá það. Hvað geta hann 43. Já, það er ákveðat málið, sko. Já, Þorgeir, nú þarf þú að sækja í. Þú byrjaðir þetta en þú ert komin í 100 undir, nú þegar. 140. Gott svar. Menn að hvetja henni í sálnum aðeins. Já. Vítor fyrir rólega þarna í þessu kasti. Komin í, er þetta ekki 3x1 þarna? Píla númer 2. Sýnist þið bara rátt sem gerðir. Já. 78. Já, smelti þessar í 3x20. Fann leiðina. Hann er líka komið með góða tölu upp á það að vera í 20 reitnum. Já. Þorgeir á 30. Það er svona. Nú þarf Þorgeir að setja allavega 1 tonn á Vítor til þess að gera pressa á hann. Já, en Vítor er bara að gera góða hluti. 100. Þannig að hann er að setja á Þorgeir. Já. En ef að Þorgeir svarar þessu, sem hann er ekki að sýnist með að fara að gera. 60. Þá fær hann, Vítor fær hann að mögulega að nota 6 pílur til þess að klára þetta. Já. Ef hann þarf þess. Og þá var hann að brjóta legginn, þannig að það er... Svo bara aftur. 80 komnir og 60 eftir. Skilur sér eftir í góðu stöðu. Tvöfaldan topp, tvöfaldan 20 eftir. Þorgeir eru að koma með eitthvað. Já, bara ekki nóg. Þetta er seint. 80 komnir þarna. 134. Já, þetta er akkurat málið. Fara í reitina, nota tölunar. Já, nú þarf hérna Vítor, nú þarf hann að klára, sko. Já. Þorgeir gefið ekki 70 eftir ef hann þarf að tekja fyrir á því. Nei. Vítor er langt frá þessu. Já. En það var hann hissa sjálfur. Útskot í fjórðuleik, Vítor. Við erum að tala um það að hann er nú algjörlega komin í bílstjórnsætinu. Algjörlega. Byrja núna og ef hann byrjar vel þá er hann bara komin í frábærmál. Þetta
Þetta er svona maður sem tapar ekki mörgum leggjum. Nei, hann gerir það ekki. Einar Möller gera á þann. Nei. Það er nú málið, sko. 30. Já. Þráttur að byrja í illan. Já, nú á Þorgeir tækifæri. Ef að Þorgeir setur á þetta núna. Nei, ekki góð byrjun. Já. Koma svo. 36. Hann er eitthvað illa fyrir kalla núna, kallinn. Já. Sjáum hvað Vítor gerir hér. 40 komnir. 100. Já. Það verður gaman að Já, nú eru Þorgeir að koma tilbaka. Hvað er búinn að taka mörg tonn pluss hann Vítor. Vítor, já. Ég gleyndi nú að nótur það niður hjá mér. Já, ég gerði það nú ekki, en það er það næstur ef við fáum við upplýsingar þetta. Já, allt saman. Þetta er allt saman, já. Við verðum betur búnir. Já, þetta er alltaf 95 góða pílur. Já, við lærum ýmislegt í þessum útsendingum og þetta fer allt saman vonandi bara vel af stað og höldum svo áfram að bæta hún á. Það er markmiðið allavega. Nákvæmlega. 45. Þá verðum við að fá hérna aðra Káur Inga að hvetja alla til þess að fara í gang. Já. Þeir eru þarna nokkurir. Það verður nú gaman. Að horfa. Já. Vítor er stöðugur. Það er alltaf 1 í 60. Það er bara, hann er búinn að vera ótrúlega stöðugur núna. Hann er mjög góður. 125. Já, sér hvernig hann smellir henni hann upp í vinkilinni sem hann segir. Já. Þannig að það er... Það er engin látalæt í honum. Nei. Gott skor. Nei. 60. Það er þægilegum að. Já. Hann er að skilja Þorgeir eftir í verulega slæmum málum. Ég skynja það að Þorgeir er orðinn pirraður. Já. Þetta er ekki vani hjá honum að vera í þessum stuði. Nei. En þetta er auðvitað verðugur andstæðingur. Já, þetta verður andstæðingur. 60. Fína pílur, 91 eftir. Já, það skilur sig eftir í 3.17 og toppnum. Já. Þorgeir er bara ekki að hitta á honum í dag. Hann er 100. Já, leiðum að sleppir í þá kemur hann með það. Fína pílur. Spurningum að tala aðeins meira niður til hans og þá kannski kemur þetta allt saman. Já, hver veit. Já, 74 þetta er 3.14. Já, og 32. 2.16. Fína pílur. 75. Ekki oft sem ég sé Vítor vera óhress. Nei. Þorgeir er ekki að kroppa í þetta núna, en gæti gert... Tekur þetta búl held ég núna. Nei, 97. Já, fína pílur. Skilur sér eftir í góðum málum. Ef hann fær tækifæri, það er að segja. Ég er nú ekki alltaf viss það, hann fái það. Útskot, Nei. Fintaleg. Vítor. 4-1 fyrir Vítor eftir 5 leggi. Já. Og Þorgeir Guðmundsson byrjar næsta legg. Já, hann... Já. 100. Hérna erum við búin að fá smá tölur. Þorgeir er búinn að taka hérna 6 tonn og 1 tonn 40 og meðan Vítor er búinn að taka hérna 5 tonn og 4 tonn 40 og 1 tonn 80. Já, við skulum bæta bara við þetta, bætum í þetta, Guðmundur, eða ekki? Ef við ekki að nota þetta 64. bara. 64 gerir hjá... Þorgeir tók 1 tonn hérna. Já, vel gert hjá honum. Já. 59. 59 gerir, ok, þannig að þetta er nú ágætt, hann er að fara ágætlega af stað með þetta. Og sjáum hvað Vítor gerir hér, hvort hann á að fylgja þessu eitthvað eftir. 93. Þarna sérðu það nýttu þarna heilugu þrennuna eins og vorum að tala um. Nota spjaldið. 60, 80, 100. Já, Þorgeir er að vakna. Rúlar þessu. Þorgeir er að vakna. Það er smá tími fyrir myndatöku. Já. Það þarf að taka þessa myndir líka. Gaman að því. Sérðu? Þetta sérum þetta fyrir okkur. 99. 99, fína bílur. Fara niður á spjaldið. Nota þetta allt saman. Já, þetta er jafn og skemmtilegur leggur. Já. Það er hitt í mönnum. Þorgeir óöppinn. 41. Já, nú getur Vítor sett smá pressa á hann með því að koma með gott skor núna. Já, Vítor er... Einhvern veginn finnst mér hann grípa þetta tækifæri. Já, hann
allavega vel einbeittur. Sko. Það fer henni vantarlega í 19 núna, ég trúi henni ekki það. Nei. 105. 105, það er skilusettir 140. Þetta er mjög góð hugmynd hjá honum. Þetta er mjög góð hugmynd hjá honum og þetta er náttúrulega bara að reikna sig alveg niður þegar þú ert komin á þennan level. Þennan stað, við skulum tala í 140 fína pílur. Brjálað að gera hjá í bókaldinu, Guðmundur, menn rjúk af stað þegar þú fær plaggi í hendurnar. Það er bara þið besta mál. Við myndum þetta að sjá, skal við segja, gott útskot. Já. Þeir eru búin að reyna nokkuð góð. Já, 80 er það hæsta sem hefur komið hér. Það tvívís. 60 hjá Vítor. Nú byrjar gamli að handla á Bulli. Og 86 eftir. Tvöfaldur 18. Tvöfaldur 9. Það er góðreins með þetta. 43. Ég hefði nú viljað sjá hann klára þetta. Já, ég er sammálaður í því. Hvað gerir Vítor? Ætla að byrja á 2020. Já, sér þetta. Fáum að sjá þetta í annað sinn. Já. Tvær pílur, fallega gert. Alveg klestið þær saman. Virkilega vel gert. Og nú verður Þorgeir að brjóta legg, svo kallað. Já, hann bara verður að gera það. Það er bara svoleiðis. Vítor ef hann sigrar þennan leik, þá er hann búinn að vinna þennan leik og byrjar á 60. Þetta er bara aldeilis skilaboð sem hann sendir út. Já, 85 gerðir, fín byrjun, 416 eftir. Þeir eru eftir að spila allir valla held ég. Já, Fyrirkomulag sé þess að. Já, það er bara gaman. Villi, þakka kærlega fyrir kaffesófan. Aldeilis frábært, takk fyrir kærlega. Já, maður nýtur góðra þjónustar hér í Shake & Pizza í Keilihöllinni. Egilshöll, frábær staður til að vera á, til að skemmta sér. Nóg er að taka hér í þessu húsi. Já, 83. Vel gert hjá Vítor. Þetta eru flotta pílur. Já. Sjáum við hvað Þorgeir gerir. Hann er ekki... Hann þarf bara... Já, 60, vel gert. 121 færum þetta í bókar. Sjáum hvernig það fer. Það er verið að nipp í mann hérna. Við erum að gera þetta í samvinningur. Það er ágætt að hafa ritara. Þetta er samvinna, teymisvinna eins og þetta er kallað. Já, 96 gerðir. Þorgeir er kannski að koma að einhverjum góða skora á þetta til þess svona jafna þetta aftur. Það sýnist mér. 80 komnir. 100. Fínar pílur. Fína pílur. Þetta er spennandi. Nær Þorgeir að Vítor 60. Þessir menn eru með stáltaugar. Þetta eru flottir menn. Það tekur hann allavega tonn 40. Og skilir sér til 97. En nú þá Þorgeir að koma sér. Já, hann þarf að koma sér vel niður fyrir sko. Þetta er komið þarna, hann er komið með þetta 62. 67 gerðir, 153. Og það er 3x19. 3x19, 2x toppur, 2 pílur. Þeir hafa nú aldrei... Eða að halda á einni fyrir Vítor eða? Já. Leif honum bara að nota 2. 35 konir. 57 gerðir, skilusettir á góðum stað. Það er 87, 57 konir, já. Það gerir Þorgeir. Þurfti nú að fá þetta í til þess að eiga lengur séns. 41 Við þurfum ekki að spyrja leikslokum hér. Þeir hafa sýnt það að þeir hitta þennan. Hitta þennan reit. Sjáum hvað gerist hér. Leikur. Þetta er komið. Þetta er komið örugt. Þetta var flottuleikur. 6-1 sigur. Allavega skoruðu betur heldur en undan og þó Vítur hafi unnið með miklum yfirburði. Þá er það bara svoleiðis. En Þorgeir Guðmundsson, margfaldur Íslandsmeistari, var ekki í formi hér í kvöld en hann á ábyggilega eftir að sýna okkur betri hlíðar. Þá er aðeins einn leikur eftir hérna hjá okkur. Það er Pétur úr Grindavík og Sigurður. Siggi Alla mættur og fáum þessa viðuregn hér eftir örfáar mínútur. Örstuð hlý á meðan.
Ég kasta svo mikið sko yfir augun og já, ég skil. Yngfílar á mann, sem byrjar Siggi að kasta bolinn. Já. Pétur byrjar að kasta bollið og það er bara græna og rauða sem telja. Jæja, ágætu áhorfendur, nú er komið á síðasta leik kvöldsins og ekki sá sísti. Hérna erum við að horfa á menn að taka upp hver fær að byrja leikinn. Þetta er Pétur sem kastar fyrstu bílu, hittir grænt. Nú verður Siggi, Alla að gera aðeins betur. Hittar rauðan. Jæja, Það er rjótt.
ljóst Pétur byrjar. að Pétur byrjar. Gangi vel. Þetta eru menn sem eru ansi góðu byggjastöðar. Já, og það hefur vakið athygli mín að Pétur Guðmundsson sem er nú mikill körfuboltaspilari úr Grindavík, frábær körfuboltaspilari og það vakti athygli mín að hversu snöggt að hann komst inn í þennan stað í pílukastinu og ég ræddi aðeins við hann hér fyrir kvöld og hann byrjaði á þessu 2012 og hefur kastað bara ótrúlega einbeittur síðan. Hann hefur breytt stílinn hjá sér, stytt kastið og hann er svona þróunarmaður í þessu, enda líka kannski, hann er landsliðsþjálfari 18 ára landsliðsins. Já, það er ágætt að hann stúderi þetta og hann kann nú þetta allt saman sem já, bara 30. mikill íþróttamaður og bara, er hann ekki sjúkraþjálfari eða við hvað starfar hann? Ég held að hann sé prestur. Hann er klerkur. Já, ég held það. Já, ok, þá er ég eitthvað að mismuna. Við tökum bara leiðréttist termi. Já, við leiðréttum það bara næst. Það þarf ekki að hafa okkur því. En það er náttúrulega bara frábært. Pétur er magnaður íþróttamaður og náði gríðarlega góður árangri í körfuboltanum og er nú þegar búinn að ná Íslandsmeistaratitil í þessu, þannig að hérna, það er bara frábært. 84. Siggi kominn í gang, já. Ég vona Siggi, hann er mikill karakter og svona passjónspilari. Já. Það fer ekki kannski mikið fyrir honum þegar hann er að kasta pílunni, en hann lætur heyri í sig þegar hann vinnur leggir. Og það er ágætt, við kannski fáum að sjá það hér í kvöld. Þú sér nú hvað hann er einbeittur, hann er bara grimmur á svipur. Já, hann kom inn eins og stormsveipur hérna inn á það. Já. Hann er líka frábær íþróttamaður, hann er frábær í gólfi og elur upp frábæra stráka. Já, afreksmenn í íþróttum, þeir piltar. Já. Hann er að keppast við það að reyna að halda í við þá. Já. Það er skemmtilegur karakter. Það er frábær. Byrjar ágætlega. Já. Þetta áttir að vera svona baráttuleikur. Já, ég er samfærður það. Já, sko, misti píluna, hann bara steig tilbaka og hóf upp á nýtt kastseríuna. Ekki sáttur. Nei, heldur áfram bara. Fer svo í 19. Já. 59. Já. Þetta telur allt saman. Þetta skila sér. Já. Algjörlega, skila sér algjörlega heim. Já, Pétur aðeins að kveiki í þessu. 120. 180 viðbót. 140. Það hefur verið gaman að sjá það. Já, það hefur verið mjög gaman að sjá. Þá hefur það líka væntanlega komið sér í útskot. Nú þarf Siggi að setja smá pressa á þetta og komið gott skor svo að hann nái nú aðeins að stríða Péturi. Nei. 35. Tekur þið bara rólega. Pétur er með þetta. Hann er þéttur í kastinu. Já. 100. Pétur. Ánægður með stílinn hans. Já, hann er alveg að stúdera þetta fyrir allan peninginn. Svo sannarlega komin í gott útskot. Og spurningin hvort að sonur hans sé ekki stoltur heima og horfar Sport TV og 97. Og alltaf hann hefði fengið pítsu senda frá Siggi Pizza. Já, það er aldrei að vita. Það skildi aldrei, segja aldrei. Nei, nákvæmlega. Jæja. 46 eftir. Já. 78. 78 gerðir. Nánast getur lofað því að Sigur tekur þetta út. Já, það væri gaman að sjá það. Sérðu. 60. Og þetta er Tvöfaldur topp. 80. 80. Já, hefði verið gaman að sjá þetta. Þetta var sitt hverju megin. Já. Jæja. Það hefði verið virkilega gaman að sjá þetta. Það var langt tróðið þarna. Já. Tvöfaldur 4. Í hárunum eins og sagt. Já, það er nákvæmlega. Það er Siggi gefið þetta ekkert. Nei. Hann kláraði þetta eitt nú. Sérðu hvað þetta er nálægt. Þvílíkt fína pílu þarna. Stöngin inn. Útskotið. Siggi. Siggi komst í 1-0. Og það gegn kasti. Gegn kasti, góð byrjun. Já, hann er búinn að taka yfir höndina. Já. Algjörlega. Vel gert hjá hann.
Það er hann að fylgja því eftir, ekki allavega svona fyrstu pílu að sjá. Það sást það líka á svipnum að hann var næstu búinn að drepa píluna með auktur á. 44. Já, þá þurfum við gott kast frá Pétri. Hann er nú meðar heitar þarna sko, þetta var bara óhefnistingin. Já. 55. Já. Hann er með þétt kast. Já. Og það skilar sér í endan. Það gerir það, alveg klárlega. Og skánar ekki andlitssvipurinn á Sigga. það mátti lesa meiningu hans úr þessu kasti og auðveldlega úr andlitstrættum í ánum. Jæja, og getur byrjun hjá Pétri. 100. Er svo auðvelt fyrir hann. Þetta er bara... Þriðja tonni hjá honum í þessum leik. Hann er með mjög stutt kast og það er bara nýtt með það. Og Siggi 100. líka. Siggi. Hann er líka með... Fyrsta tonni hjá honum. Já. Kemur Pétur með gott skor. 100. Samur við sig kallinn. Hann verður líka að gera þetta ef hann ætlar að koma tilbaka. Það er bara svoleiðis. Tapaði fyrsta leiknum gegn kasti, þannig að þetta er... Hann verður að vinna þetta í stratt tilbaka á eftir. Þetta er ekki nóg gott kasti og Sigga meðan að hann byrjaði legginn sko. Nei. Þannig að hann er að hleypa Pétur inn í þetta aftur. 60. Og ég hef nú trú á því að þessi menn steli nú hæsta útskoti kvöldsins. Já, það er eitthvað sem segir mig það. Aðeins að fá þetta í minnstra hægri hjá sér. Já, sér þið einhverjum einn. Og uppinn, svona er þetta. Nú getur bara Pétur farið rólega niður og komið sér í gótt útskot og Siggi getur ekki gert neitt í því. 166 réttir, þú heldur bara áfram Pétur minn, þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið. Hann fyrir samt í 19, síðast mér, já. Og aftur. 46. Ætla að reyna þarna að fá 96 út. Já, en hann er að fara í 140 til að vera á góðum tug. Já. Fyrir 20 útskotið. Já, hvað gerir Siggi Alla? Kemur mig fína, svo fyrir hann í 19 núna. 99. 99, fína pílur. Fína pílur. Sko, Pétur að tala við spjaldið. Hann heldur áfram hann. Þrátt fyrir að pílan sé aðeins fyrir. 100. Skilur sér eftir í toppnum. Já, þetta er skynsamlega spilað. Siggi getur nú tekið þetta tilbaka og komið inn. Hann gerir það ekki úr þessu því miður. Ég held að 100 eftir. Þetta verði honum að falla í þessu legg. 58. Vegna þess að Pétur er mjög góður í toppnum. Já, hann er mjög góður. Já. Ég er búinn að sjá hann vera að spila undanfarna daga og hann er mjög þéttur þarna. 210. Útskot í öðru leik. Pétur. Það er breytt eitt. Já. Og Pétur náði sér tilbaka. Pétur byrjar. Hann þarf þá að vinna þennan til þess að halda rytmanum í þessu. 36. Það er nú ekki oft sem að sér það að menn sé að tapa hérna svona... Nei, leggjum á víkt. Á að byrja sko og tapa þeim. Það er ekki mjög algengt. 100. Örugt tón hjá Sigga. 60. 80. 140. 140, glæsilega pílur. Píla nr. 2 var nú eitthvað út úr kú eins og satt er. Já. En hann skilaði bara næstu þá. Já. Það er alveg
Hann er búinn að vera ótrúlega óheppinn hann Siggi með þetta. Hann er búinn að hitta 38. truflana bara sikkur með við stóratöluna. Já, akkurat sko. Þetta er Fór í bara- 3x7 og 3x3 á áðan þegar hann var að fara í reyna 3x19. Nákvæmlega. Og svo hann þetta sikkur megin. Sjáðu hvað Pétur er orðin ákveðin. Glæsilegar pílur. 121. Vertsamt. Fínar pílur. Ef að Þetta menn er er að gott. hlista hausinn með 121, hvað þurftu hinni þá að gera? Já, það er vannverðing fyrir okkur hérna. Já. Það kemur Siggi. Já, Siggi Sigur 96. 96, já, hann er að skora ágætlega hana. Já. Það er Pétur að setja gott á þetta og gerir það. Fínar pílur. 81. 81 og opinn í þriðju pílinni. Fór mikið til hægri. Nú þurfum við að fá lágmarki tonn frá Sigga til þess að gera eitthvað Já, spennandi. góð byrjun. Já. Já, nei, það ætti hann að gera núna. 99. 29. Já, en sko, þú átt ekki útskot þarna, sko. Nei. Þarna klikkaði útreikningurinn. Já, Hann halda átti að- áfram bara að vera Já. uppi. Dælaðu sér reytin. Nú fær sko Pétur 2 sénsa, Já, þannig að hann getur bara verið rólegur. já. En það er 3x19. Já, 57 komnir. Það voru hvað, 66 eftir ekki? Jú. Nei. Má gera svona. Nei. Já, 75. 75 skoraðir. Já, já. 48, 16. Doppel 16. Það er bara fína pílu. Verður þetta fallið á Sigga í þessum legg vegna þess að ég hef ekki trúið því að Pétur gefið þetta tilbaka. Nei. 100. Já, ágætis svörun, svo sem. Já, já. Pétur verður þá að klára þetta. Það er svona þegar nú þarf Siggi að treysta á aðra. Pétur, hann... Já, hann fyrir í toppinn sín. Toppinn, já, það er hans tala. Einbeitingin gríðaleg gott í þriðja leik. neglir þetta. Pétur. Ég vil eiginlega segja það að Siggi tapaði Já, leggum. já. Siggi tapaði leggum. Já. Það er bara þannig. Það má ekki klikka á útreikningunum. Nei. Sjáðu Sigga, hann er óopinn, hann er í 48. 3x3 í staðan fyrir 3x19. Hann er ekki að hitta á tölunar. Pétur, ef hann hittir þetta, þá er hann komin í góð mál. Já, hann... Byrjar á 5. 25. 60. 85 fyrir ekki. 85. 85. Já, sorry. 85. Já, þetta var Já, smá miskilningur. smá miskilningur. Já, Siggi ekki ánægður með þetta. Ná, þetta er að koma tilbaka. 85. Já, fín björgun. Pétur er bara svo einbeittur og Já. já, koma svo. Inn á milli. Æ, 60. Óopinn, en enga síður, góð tölurinn. já, þetta er allt í járnum hana. Já, Nú kom Siggi. Nú kemur þetta. Nú er hann að hitta réttu truflana eins og sagt er sko. 180. já. Vel gert, Sigurður. Vel gert. Þetta er saman þurfti. Já, hann er búinn að kveikna á honum, örbylgjuofnin, að búa ræsan. 64. Já, Þetta var ekki nógu gott í Péturi til þess að svara þessu 180, þannig að Siggi hefur ágætis tíma. Þó hann ætli sér að klára þetta sem fyrst. já, en hann já. Vel gert, já. 80 skoraðir. Það er 108 eftir, þá getum við líka að lauma henni hérna í 18. Já. Skemmtilegt, en hann... Nei, 100, höldum áfram. Já. Dælaði þessu þannig inn. 140 hefði hann skil eftir í 48 sem er líka flott staða. Já. En, Pétur ekki að hitta þetta núna, nú er eins og að það hafi fært yfir á milli. já. 24. 24 hjá Péturi, það er ekki gott. Nei, það er... Hei. Þá verður hann að fara bara í 17. Þrefaldan 17 gerir það væntanlega. Doppel 16. Já, ekkert annað.
5. píluleik. Já. Fjörðuleik. Vel gert. 88. Já. Þetta glæsilega gert. Já, svona á að gera þetta. Já, þetta bara algjörlega svona sem á að gera þetta. Það bara ekkert öðruvísi, sko. 59. Pétur aðeins búinn að missa af. 88 hæsta útskot sem við séð. Nei, Einar náði 96 í leik nr. 2. 96, já. Það hæsta útskot hjá okkur í kvöld. Já. Ég sá það núna að Pétur aðeins búinn að missa þreföldurittina. Já. Þá þetta 46. svo fljótt að snúa, sko. Já, það gerir það, sko. Nú sjáum við hvort að Pétur ná aðeins að setja pressa á þetta. Það kemur yfir kannski með tónn hérna. Já. 100. Það er ekki spyrjað í. 7. tónnið sem kemur frá Pétri. Já. Það er eins og við sögðum, þetta var ekki sísti leikurinn. Nei, Þetta eru það vissum við. springjur. Sérðu, allt inni núna hjá Sigga. 96. Já, fína pílur. Já. Það er mjög fína pílur. Pétur aðeins fann að flýta sér. 40. 40, hann er einhvern veginn þarf að núllstilla sig. Já. Vírin út. Já. Sá það á svipnum hjá hann og var ekki sáttur. Lyftin í 43. Þarna ef hann hefði nú sett þetta í tilblöðuna þarna þá hefði hann svona kannski komið smá skjálft í Pétur. Já. En Pétur ætla bara að svara þessu. Lítið hann að gera, hann verður að nota tækifæri. 64. Það er lélega síðustu tvær. Já, en allt í lagi, allt í lagi. Já, hvað er að gerast nú? Nú er aðeins að róast yfir menn. Þó að sé nú bara konar 12 pílur en 43. Já, þannig að þetta er allt í lagi. Pétur getur þá bætt í. já, nú þarf Pétur að taka svona helstu tonn út úr þessu eða að hann taka hana eini. Og komin í 4. Já. Þetta er dabburt. Já, Hyglum horfinn í augnablikinu. já, hann er eitthvað að reyna að reikna sig út úr þessu. Já. 9. Þetta bara var til þess að mista alla einbeitingu. Þetta var einhvern veginn á flókið. Já, Það gerði þennan einfaldarleik svo flókinn fyrir sér. Það er bara svoleiðis. það ætlar Siggi að gera. Hann heldur áfram þarna. Það er nú fyrir niður í 19. Já, hann fer í 19. Nei, 85. Smellur hann bara í 60. já, hann tróðin hann inn. Já, lítið hann að gera. Nú þarf Pétur að gera meira en 60. vegna þess að Já. Ef hann gerir bara 60 núna, þá skilir hann sig eftir í 169 sem er ekki útskot. Þannig að hann er bara skynsamur. Já, hann er að gera þetta rétt. Já, ánægður með það. 129. Já, góða pílur. Nú er bara komin, Nú er komin press, hann er komin yfir á Sigga. já. En þó að Siggi gerir bara 60, þá er það samt alveg möguleiki á útskoti, þannig að hann þarf bara að passa sig á því að vera í útskoti. 41. Nú er það, hann er þá í því. Já. Þannig að nú er það bara tvær pílur. Við sáum möguleikan á hann. Sérðu? Nei, Já, hann er úti. Já, 40 komnir. Já, nú er það að passa að springi bara ekki. 41. Já. 59 eftir. Þetta er allt í lagi. Það var nálægt í. Það var nálægt í. Já. Já, Siggi verður bara að reyna að gera það 127 besta. eftir. Hann var að fara í 3x19. Hann er rétt að sé af, reyna það allavega. Klárar ekki 2 pílum. Nei, hann er því ekki. Já. Hann fer niður í 19. Það skilir sér til það í 90. Nei. 43. Já, 104 eftir. Þetta eru tvær pílur fyrir Pétur, ég trúi ekki öru, 19 og toppurinn. Það er nú hérna skulle ég segja skemmtileg tala ef að hann Siggi fær séns á 104. Ég byrja þar í 18. Já. En hann fær vantilega Toppurinn eftir, já, Fymtileg. Pétur. Já. Hann er vann að veiða í salin, hann er orðið svo sigurviss í þessu. Það er bara þannig, sko. Já, Siggi minn, nú þurfum við að, já, það er svona við staðan. Pétur er 3-2 yfir.
Já, fínn leggur hjá Pétri. 125. 125 hjá Sigga, aldrei góð byrjun. Setur skilaboð til Péturs með þessu 60. Já, þetta er svo sem allt í lagi. Þetta er allt í lagi. Ef það gerist eitthvað óvænt hjá Sigga núna. Það sé að hún skora lítið, mér sýnum ekki stefni í það. Það er vel gert þarna. Já. 80. Það var óhress með það. Já, hann hefði viljað fá meir út úr þessu síðustu pílinni. En við erum að segja að Pétur er svo sem ekkert að gera neitt mikið núna, þannig að Siggi getur nú verið að anda aðeins léttar. 83. Já, sko, hann talaði hana hann inn. Já. 60 rúmum. Já, það fyrir 19. Aftur bara. Já, fylgja þessu eftir. Sýttir hann bara upp á. 58. Já, það var samt fína pílur hjá hann. Já, fína pílur. Bara rétt vitlaust með vírinn. Já, bara í hárunum, eins og maður segir. Já. Pétur er farin að fara niður, hann var alltaf upp í 20, hann hefur ekki verið að hitta hann reit, þannig að þá fer hann upp núna. 31. Hann er eitthvað ekki að sjá þetta rétt núna, þetta er ekki að falla með honum. Nei, sko, það er nú, hann er að missa pílunum svona upp og niður. Já, og meðan Siggi er bara 120 komið. Já, þetta er svolítið. 135. Já, fína pílur. Nú skiptir verulega miklu máli ef við förum út í aftur tölfræðina fyrir Sigga, það er að byrja í 19. Já, byrja í 19. Já, vegna þess að ef hann hittir það að hann hittir í 1 eða byrjar uppi, þá er hann 102 eftir 2 pílur. Já, og það gengur ekki upp. Það gengur ekki upp. En kannski góða fyrir Sigga er það að Pétur er ekki. Já, hann er ekki komin í það. Menn eiga samt ekki að vera að taka ykkur að séðan saman því. Það er bara, þannig séu hann fer upp. Já. Hann hefur bara að leika sér í eldinu. Já. En eins og ég sagði, Pétur er langt frá. Já, 47. Það er alveg að gera. Hann er að stilla sig af. 56 eftir. Og ef að Pétur tekur núna 100, þá skilur hann sig eftir útskoti 167 ef Siggi klikkar á því. Já, fín píla til að vera með. Já, áfram bara, áfram. 102. 105. Já, 105 hluti að vera, 162 eftir. Sjáðu þarna stöðuna, nú getur hann ekki tekið 162. Nei, hann er því ekki. Þannig að hann skildi þetta eftir. En það er Siggi að fara að taka þetta núna. 2x20. Óheppinn. Fór í hana og stýrði henni frá reitnum. Fór í pílu 2 og stýrði henni frá. Þannig er Pétur að fatta það að hann reiknaði þetta vitlaust. Nákvæmlega. Já, það kemur bara þarna í ljós, sko. Og þetta skiptir svo miklu máli. Það hefði verið miklu þægilega fyrir hann að vera komin í útskot, en þetta getur hann ekki. Sérðu, fyrstu pílu þarna í, hann hefði átt að vera í 167. Sérðu það? Já. Sérðu hvað hann kastar þessu frá sér? 122. Já. Það er flott kastjón. Já. En þarna setur hann press á Sigga, en þú sér það, hvernig þetta hefði farið ef hann kemur Siggi og klára þetta. Siggi. Þetta er bara vel gert. Það er bara hleypti Sigga inn í þetta með útreikningsvillu. Bara eins og Siggi tapaði leiknum, þá tapaði Pétur þessu bara, hann hendi þessu frá sér. Já. Það er bara svoleiðis. En það er kannski Pétur búinn að finna hjá sér núna. 95. Það geti verið. Sjáum hvað setur. Siggi er betur við þetta. Siggi er 45. Og hlæra sjálfum sér eftir þriðju pílunum sem fór í 5. Það var opinn. Fyrir í leggjunum þá hefur hann farið inn í 19, þannig að hún er langað bara að skila tonni. Já, ekkert annað. 22. 22 er ekki gott hjá Pétri. Nei. Þegar hann þarf að nýta tækifæri. Þegar hann klikkar hann Siggi, og sér þá Sigga hvernig hann kemur tilbaka, vel gert hjá Sigurði. Já, og hann ætlar tróðinu hann uppi. Þú gerir það. 125. Frábærar pílur. Það var líka spurningin um það fyrst að hann færði sig eftir pílu 2, af hverju gerði það ekki bara strax eftir pílu 1? Já. Það hefur verið gaman að sjá hann að gera það. Þá hefði hann kannski skilað 1 tonn 80 viðbót. Já. 60. Nú á Siggi kastið, sko, getur komið sér í vænlega stöðu. Já, nú rítur hann að fara í 90.
Nei, setur hann í 60. Já, það er vel gert hjá honum. vel heitur. 100. 100. Já, þú ekkert ekki að vera ósátt við þetta, Sigurður. Þetta voru fínar pílur fyrir það. Fínar pílur. Nú þarf Pétur að fara að gera eitthvað. Já, þetta er ekki góð byrjun. Nei. 45. Já, það er eitthvað slaknað á Pétri. Já. Eitthvað aðeins stala hjá kallinum. Hann er kannski ennþá að velta sér upp úr klúðrunni í síðasta leik. Já, gæti vel verið. Þetta hefur áhrif. Já, klálega. 45. Klálega. Það er svolítið annað að vera í stöðunni 4-2 heldur en 3-3. Já, ég vil nú segja það. Nú þarf hann að skora vel til þess að koma sér í þá stöðu að vera í bílstjórasætinu þegar Siggi gera til. 133. Já, vel gert. Þarna farði hann sér niður í varareitin. Já. Og skoraði vel. Já, og skilaði vel þannig. Og hvað gerur þú næst? Áttu að halda áfram í þessum reyti? Nei. Fara upp í 20? Já. Maður tekur þá 60 ef maður getur það og þá er maður 86 eftir. 100. Þeir eru jafnir í tonnum núna. Báðir búin að gera sikkur 6 tonnin í þessum leikjum. Í þessum leik. Já. Siggi fær sénsinn. Já, þú segir það. Þú vildi meina að hann ætti að fara hann upp. Í staðinn fyrir að prófa aftur bara að hamra á 19. Nei, það er nátt að gera það. Nú fer Siggi í 18. Þetta er bara tölfræðilega að sé þá fer hann það. Þetta er 54. Já. 32 eftir. 32 eftir, 2x16. Já. Ég get lofað ef við fáum fagn ef hann klárar þetta. Útskot, sjöðuleik. Hann sveik mig. 80 og það eru aðeins hærri útskotin hjá Sigga í þessari viðleik. Fyrst tók hann út 20, fór svo og tók út 88 þannig að jafnaði 2-2. Tók út 40 í 3-3 og fer yfir núna í 86 í 3-4. Vel gert hjá Sigurði. Og fær að byrja. Nú þarf Pétur að spyrna frá bakkanum, 45. frá botninum, 45. Já, verður að nota tækifæri núna, Pétur. Verður að setja á þetta. Nú er spurningi hvort að það sé ekki, hérna skal ég sé áhengundur Sigurðar út í fallega landi Breitlandi að horfa á og fagna með honum. Ég er nokkuð vissum að svo sé. Já. Og færum við þeim áhorfendum bestu kveður héðan úr Egilshöll. Hann er samur sig. 48. Siggi var ekki sáttur við þetta, dansaði hérna við línuna. Já, ég skil það ósköp vel. Nú verður Pétur hún á tækifærið. Já. En hann hefur nú ekki sýnt nógu þetta píluna Pétur til þess að geta þess. Byrjar á einum. Hann er að gera þetta fyrir svo hann er komin í 16. En nú spyrir maður sig að því. 76. Á hverju hann var ekki bara í 19 í smá stund. Já, ég var að tala um það. Núna. Já. En ég hefði samt ekki að vilja vera í 19 þegar hann átti útskotið á hann. Nei, en ég meina, sérðu Sigga, Siggi er bara heitur, fun heitur. 140. Já, bara frábæra pílur. Nú verður nú Pétur að gera eitthvað. Já, það er bara þannig. Já, Pétur minn, farðu nú að kíkja 19-inn. Ég myndi gera það. Ég myndi ekki hika við það. 68. Svo smellur hann alltaf eina þetta í lokin. Hann er búinn að gera það núna, gera það í kastinum undan og svo aftur núna. Sérðu Sigga? Já, sko, nú kemur smá regnundæmi. Sérðu, nú á hann 80. Nú verður hann að taka 18. Takk, Siggi. 140. Eða 140. Ef hann hefur tekið 100 núna, þá er hann að skilja sig eftir í stöðu sem hann ekki getur klárað. Já. Þannig að þetta er ótrúlega vel spilað hjá Sigurði núna síðustu leikir. Já. Hann er hreint ótrúlega. Hann hefur hittað vel á það. Hann er að vinna 3 núna í röð. Já, og hann gefur það ekkert. Nei, ekki, bara klárt mál. Hann er í þannig ham. Fyrir 18. Já, rétt. Vel gert. 60. Sérðu þitt. Hann er ekki í 60, hann er í 20 þessi. 56. 56 skoraðir. Sjónin er farin að dabrast. Já. Þetta er líka klukkun á því margt. Já, það komin 8 tíma á þig fyrir lifandislöku. Já. Hvað gerir Pétur? Hann svo sem á ekki breykið þessu sko. Nei. Ég held að það sé alveg klárt. 41. Ég ger nú ráð fyrir því að Sigurður byrji á 16. Já. Tekur þrefaldar 16 mjög líklega.
og svo bara 16. 16 aftur bara. Og svo toppurinn. Svo toppurinn eftir. Og kemur sér stöðuna 5-3. 52. Já, hann á mörg tækifæri áður en að Pétur kemst í útskotið. Það er orðað sennu. Hann tekur sinn tími í þetta. Það er bara gott hjá hann. Það var eitthvað að brjóta upp rytman í þessu sérðu. Já, fínt. En hann er svo rosalega langt frá það. 140. Setur þetta vel í. Já. Vel gert hjá honum. En Siggi, hann klárar þetta í fyrstu pílu. Já, pottitt. Ég er hættur að segja þetta nú. Þá í annari pílunni. Já, ok. Þá í þriðju pílunni. Nei, víðsfjari. Hann fjarlæðist reitinn frekar en hitt. En nú Já. Nú er Pétur með ansi góða möguleika. Hvað byrjar Pétur? Markistöður fer hann í 2, 67 eftir. Það er bara 1 eftir. Púlið. 44. Það hefði verið gaman að sjá það. Það hefði verið gaman að sjá það. Já. En kannski svekkjandi við Sigga ef hann hefði tapað þessu leik. Já, það hefði verið það. Já, hann er nú töluvert frá. Útskot í 8. leik. Siggi. Miðjan reitinn. Siggi að spila rosalega vel. Já. Búinn að vinna 3 leiki núna í röð. Og þetta er þetta bara fyrir Pétur. Já. Lífskapur. Upp að lífa þetta. Já. Það er bara þannig. Ef Siggi klárar þetta þá er þetta komið hjá honum. En hann ákvað að fara með fyrstu píluna í 30. reyndi 3x19. Já. En það fór svo sem ekkert Nei. vel, en hann reyndi þetta og það var eins og við vorum að tala um. Góð byrjun hjá Sigga. 60. 80. 100. 100. Ef að Siggi klára þetta núna, þá vil ég fá hans þekkta fagn. Já, hann er með alveg sérstakt fagn. Hann kannski fer ekki úr treginu og rennir sér eftir parkettinu, en hann er með gott fagn. Hann er með gott fagn, já. Hver veit? 100. Já. Vel gert, Pétur. Vel svarað hjá Pétri. Það er eins og ég segi, það er ekki möguleiki fyrir Pétur að fara að snúa þessum leik við. Siggi það þéttur í pílunum, einbeittur í það. 100. Já. Annatóni í röð hjá Sigga. En við minnum þetta fólk á, svona rétt áður en þessu líkur í kvöld, að kíkja bara á heimasíðu pílufélagana. Já, fylgjast með þar. og dart.is og þar er þetta að fá mikinn fróðleik. Allar upplýsingar þetta, hvernig á að setja upp spjöldin og hvernig á að bera sig að í sporti. Já. Og endilega þið sem eruð í skúrunum heima að kíkja á Pílukastfélag Reykjavíkur og kíkja á strákana fyrir og krakkana fyrir norðan og eins hópinn á Suðurnesjunum. Það er alls þar að verða að kasta pílu. Þá taka þessir ágættu menn sem eru akkúrat að kasta núna vel á móti ykkur. Já, alveg klárlega. 60. 60. Talandi það, hérna kemur pílustjóri Suðurnesja hérna. Já. Fartsekur í hendina á okkur. Eins og kallaður. Menn ferðast langar vegalengdir til þess að komast hingað á Já, það er bara vel gert. Þetta er kannski pressa á norðanmenn að senda sinn hóp á næsta mót. Já, það verður nú gaman. Tækjum vel á móti þeim. Og kannski segir við krakkana þar að hinna og félag að fara að láta sjá sig. Já, hvetjum þá til þess. Já, hvað gerir Pétur hér? 40 komnir. 41. 41. Hann er alveg heillum horfinn. Já. Það er alveg heillum horfinn. Já, 60. Já, hann tekur allavega ekki tónn 80 núna. 120 skoraði. 120 skoraði. 63 eftir. Já, þá fer maður bara í 13. En það er kannski glæsilega pílur. Frábæra pílur. Hérna erum við komin í þvílíkt. Þetta var alveg rosalega vel gert. Við erum að horfa upp á kannski mögulega 16 pílu leik. Já, það er gaman að sjá það. Já, það var svona gott að enda kvöldi svona. Já. Pétur getur ekkert annað en gett heldur en reynt að skora. Já, hann verður bara að halda áfram. Já. Þetta er ekki búið. 140. 140, fína pílur. Já.
Við höfum nú séð það að menn hafa verið svolítið að skjálta vaktinu með 12-una. Já. Sérðu? Já. 19 eftir. Það þarf að rétta það af. 17, það skilur sig eftir í X-inu. Það er 2 eftir. Ég held að. Það er nú fyndið að hann tækja það. Já. 22. 22. Já, Pétur klárar þetta. Já, það var nú gaman. Já. Hvað gerir hann? 16 og... Nei, 60 bara. 60 bara? Já, tegur bara 60. Já. Ég gerir það allavega. Og ef hann gerir það ekki, þá tek ég í hann. 48, 16, 2x16. Eða 8. Já, 2x16. 36. En Siggi á nú ekki skemmtilega reytur. Nei, við höfum talað um það fyrir kvöld að þetta er alveg handónýtur reytur. Já. Fyrir flesta. En þetta er fyrir leiknum. Nei, hann er búinn að loka reitnum alveg. Já. Hann er náttúrulega skoðin bakvið skall. Akkurat. Og þá er það Pétur 2x16. Já, fyrsta bíla. Þetta er fyrsta bíla. Gerir það. Nei, sæll. Víðisfjörði. 208 eftir. 16. Ég get lofað að þetta er síðasta skipti sem ég segi það. Við vorum í 16 pílu leik hérna rétt á. 15 pílu leik. 16 pílum, hvað það var? Já, við áttum möguleika 16 pílum. Já. Og við erum komnir í 24. Ekkert skor. Já, Pétur, þú verður. Þetta er heiðurinn, Pétur, heiðurinn. Þú hefur gert þetta 170.000 sinnum áður. Já, það er örugglega. Og svo, nei, 2x4. það er nú fínt tala. Já. Í 9. leik, Pétur. En Siggi getur nú aðeins nagað núna, nema hann kannski vilja koma þessi í smá spennu. Já, Siggi byrjar og það er fyrir leiknum þessi leggur, þannig að hérna það er spurningum hvað gerist, en þetta er náttúrulega ótrúlegt að koma sér út í að eiga 2x1 eftir, sko. Já. En kannski góða við það fyrir Sigga er það, þrátt fyrir að ef hann tapar, nei, það er nú slemt fyrir hann, já. Ef hann tapar þessu legg, þá fær Pétur að byrja síðast. Það er sjálfur sér. Það er eitthvað sem þú vilt ekki láta að koma fyrir þig. Nei, þannig að... En Pétur verður þá að fylgja þessu eftir núna. Já, það ekki, er hann ekki að tróða þarna í? 85. 85, já, ágæti svar. Já. Muna 14. Spurningum hvað Siggi gerir hér. Já, fína pílur. Alveg notaði allt saman í þetta. 100. Já. Hann er búinn að taka nokkur í kvöld. Já, hann er búinn að taka 9 tonn. Það er nú bara svoleiðis. Pétur má ekkert gefa eftir. Nei, hann svarar þessu vel. Já. 85. Þetta telur. Já, þetta skila sér. Já, hann gerir það. Sko, nú spyrir hann fyrir 19 núna. Eða, já, segir þið. Og neglir það. Já. 96 skjörðir. Þannig að ef að Pétur ætlar að komast í bílstjórasæti í þessum legg, þá þarf hann að taka gott skor. 120 pluss, það er bara hlutis. Já, allavega helst að vera með meira heldur. Fín byrjun. Mista það. 85 aftur. 80. 80. Ég held að það sé búin að vera í þessu 85. Óþólandi að hitta fyrstu í 60 og missa þetta svo í 20 stigi pluss. Já. Í 3x5 sem er 15 og 5, 20. Já. Þá möguleiki 96 og skilir sér eftir 110. 48. Já. Þetta er möguleiki útskoti. Pétur getur ekkert gert. Nei. Nema bara húið til pressu. Reynda sax á hann. Það er fínt að fá eitt svona tonn 40 á þetta. Á alvöru 8 leik. 43. 43, þetta var ekki gott. Nei. En við sáum að Siggi klúraði leggnum á hann með því að eyða, ég veit ekki hvað mörgur pílum í útskot og náði ekki einu sinni. Já. Þannig að það er allt til í þessu. 55. 55, 103 eftir, ok. Þá er það 120. Ef þú ferði 120 pluss þá vart í toppmál. Tóna 80 hér verður náttúrulega frábært. Já. En hann hefur ekki verið að kasta núna undanfæri til þess að geta gert það. Nei, hann byrjar á því að hendi í 1, þannig að þetta er ekki gott.
21, já, haltu bara áfram. 187 eftir, þannig að hann verður að taka 20. Farðu bara... Taktu 20. Ef hann tekur 20 þá er hann 167 eftir. Já, já. Og það er útskottsmöguleik. Já, já. En ef hann fer að hugsa eitthvað 19 eða eitthvað Já, já, þá er hann búinn að missa það. Já, þá er hann búinn að missa það. Við höfum lent í því áður hér í kvöld. Já. Hvað gerir hann? 38. Það er alltaf leikin leið. 170. Já. Næsta útskottið ef að það tekst. Siggi Sigur 60 eða ekki. 43 eftir. Já, já, hann fer í þristinn. Nei. Missir hann það í tvöfaldan. 66 skoraðir. 66 gerðir, það eru þá 37 eftir. Hann tekur 5 á þetta bara. Heldur það? Já, ef það er 37 eftir, já. Þá skilur hann sér eftir 32. Já, það er náttúrulega en er ekki bara málið að henda þessu bara eitthvað staðar niðri og vera á 8-tölunni og taka því sem býst? Já, ég býst nú ekki við því að ég myndi allavega að stilla mig bara á 5. Já, hann gerir það líka. 32 eftir. Þess að Pétur hefur ekki sýnt það að hann sé að taka út 170. Það er náttúrulega ástæðan fyrir því að við notum 32. Þá það splittast ef þú hittir í 16, þá áttu 16 eftir sem er 208 sem er reytur upp hliðina og þá áttu 4 og hún brotnar svo vel niður. Já. Það er ástæðan fyrir því, svo að við útskýrðum það aðeins fyrir áhorfendur. 60, þá er það 2x16 fyrir leiknum hjá Sigala. Hann er aðeins frá því. Þéttar pílur. Mér úr Röngulstað. Og fer 78, 24 eftir. Það fór nú ekki vel hjá honum. Nei, það eru 2 pílur fyrir Pétur. Þetta er 60 og búlið. 60 og rauður. Það er svona... Svo hlærir það því? Eina Mölli myndi gera þetta kannski svona. Nei, Pétur hann er of jarbindi hvað. En hann verður nú að fara í þribúla. Nei, heyrðu vel gert. 218. Já, 110 tekið út, glæsilegt útskot, hæsta útskoti hér og við fáum alvöru 8. Já, nákvæmlega. Og Pétur fara að byrja. Það er nú aldeilis frábært sko. Við sem vorum búin að jarðsetja hann. Já, þetta gefur Pétri gott sjálfstraust, hann er að vinna 2 leiki núna og glæsilegt útskot, 110, það hæsta í kvöld. Já. Þú varst að gera grína með ráðan hérna, þennan 60 og búlið, en hann tók þetta með öðrum hætti. Já. Sem er frábært, aldeilis frábært. Já. Nú... 61 gerður. Það verður... 121, frábæra pílur hjá Pétri, þvílík skilaboð. Ef það sé ekki tapar þessu setti að þessu leiksegi, þá er það alveg klárt mál að það verður fundur eftir. Það er alveg klárt mál. Hann verður ekki sáttur. Yfirbörðarstöðu. 45. Og byrjar ekki vel. Ekki nema hann að taka bara... Líka einbeiting hjá Pétri. Ekki nema hann að taka bara Péturinn á þetta, byrja rólega og enda vel. Já, það er líka hægt. Það er sko líka hægt. 41, það er óöppin að fara í pinna pílurnar og vísað frá 20-reitnum. 60. 80. Já, hann kemur hinn upp á. 100. Þetta er svona að gera þetta spennandi. Já. Heldur betur. Pétur, hann er svona að hitta náladrítunum. 28. Nei, þetta er daburt. Gaman færi á sér. Já, nú gaman færi á sér. Nei, nú lítur hann að fara niður. Ég trú ekki að hann fari að niður. Jú. Jú, hann heldur áfram. 100. Já. Það er kannski ástæð fyrir því að þeir eru svona góður í pílukasti. Já, þeir halda áfram. Pétur, þú voru að gera eitthvað núna. 20. 40. Og 5. 45. Ekki nægilega gott. Nú er hann búinn að taka yfirhöndin í leggnum. Nú er hann með kast inni og kannski ætti ekki að nýta það ná vel, en 25, þetta er ekki nægilega góð nýting. Nei. 45. Þá fær Pétur sjansinn. 100 pluss hér, gerur hann gott mót. Ég vil ekki að hann taki 100 slétt núna. Nei. Ég
Ég vil hann hugsa aðeins, sérðu? 80. Já, nei, þetta Þeir niður núna. Já. 99. 99 Það er gerir. vel gert hjá honum. Já. Þetta er möguleiki. Þetta er það sem ég var að tala um skammanum á. Já. Hann læri greiðlega reynslunni af því að hann misreiknaði sig. Ég kannski tala full hátt, hann hefur heyrt þetta kannski. Já. 120. 120. Og þá 91 eftir þegar. Já. 139. Já. Það er ekki reyndinni. Jú, 72 eftir. Já, það bara sagði. Alveg eins og hafi verið búinn að kenna stærðfræði mörg ár. Guðmundur. Já, þetta er skemmtilegt. Já. Það væri þetta mjög sniðugt að gera það. Já. Það fara með þetta í skólana. Já. Þetta er nefnilega góð leið til að kenna stærðfræði. Það er alveg á hreinu. 40. Þetta kennir margföldun og frádrátt og alveg allan pakkan, sko. Já, og bara rök hugsun. Já. Jæja, og aftur 16. Og fyrsta píla og síðasta toppurinn. Í toppinn. 32. 127. 127, hvað gerum við þá? Þá verður maður að byrja, maður getur að byrja á 20, þá var maður 107 eftir, þá getur maður tekið 3x19. Þannig að hann byrja vandalega þar. 20. Þá var það 3x19. Og verður bara að gera... 3x19 og svo púli, það er ekkert annað í stöðinni. Nei. Og... Ekki bara því. 55. Nú ætla ég nú að segja það að Siggi hleypur þessi. Siggi hleypur þessi ekkert frá þessu. Nei, ein píla. Nei, langt frá því. Já, ég sagði þetta ekki. Já. Nei, það var rólegt, já. Það var rólegt. En það kom smá. Þetta er aldeilis frábært, vel gert. Það sem að Sigurður sigrar hér í 8 legnum gegn Pétri Guðmundsssyni 6-5 með 40 útskot og það er skemmtileg skor í þessu. Þetta eru báður með 180, svo kom þrisvarsinnum hjá báðum 140 og svo sáum við nokkur tonnin hjá þeim, þannig að þetta var aldeilis frábært. En þar með er fyrsta kvöldun á Sport TV í pílukastinu lokið. Við höfum eftir að vera með fleiri kvöld og það er kannski rétt að við rennum hér yfir úrslitin. Við fengum fyrsta leik hér klukkan 19:30 milli Halla og Jobba og það var Halli sem sigraði þar með 6 leikjum gegn 4. 6 leikjum gegn 4, já. Það var öfugt. Það var öfugt, já, fyrirgefðu. Það var Jobbi, fyrirgefðu. Ég er að lesa hérna Þröst Einar, fyrirgefðu. Ég er að lesa úrslitum úr þeim leik sem var leikur nr. 2. En það var Halli sem sigraði í 8 leiknum, var ekki? Nei, Jobbi vann þetta. Nei, ég segi Jobbi, fyrirgefðu. Og svo var leikur nr. 2, Þröstur og Einar, þar sem að Þröstur lenti í töluverðum vandræðum, fór í 4-1 undir en náði það sigra 6-4. Aldeilis frábært comeback hjá Þresti og svo var það Þorgeir Guðmundsson og Vítor, þar sem að Vítor hreinlega slátraði Kokka 6-1 og við sáum þar útskot þrisvarsinnum upp á 80 og svo var það síðasta leikurinn hér í kvöld, Pétur á móti Sigga og Pétur hafði betur, Siggi hafði betur, Óskuberg að rugla þessu, fyrirgefið áhorfendur góðir, Siggi hafði betur 6-5 og þar var nú kannski skemmtilegast að sjá útskoti hjá Pétri þegar hann jafnaði í 5-5 í 8 leikin með 110 í útskot, það var aldeilis frábært. Já, þetta á bara eftir að vera betra. Já, þetta var skemmtilegt kvöld og þetta á eftir að vera mjög skemmtilegt og hvet fólk bara til þess að fylgjast með á Sport TV og hvenær við verðum með næstu útsendingu og við upplýsum að sjálfsögðu lesendur vefjarins með þetta þegar við vitum nánar með næsta kvöld. Já, við gerum það. Úrvalsdeildin fer bara virkilega vel af stað í pílukastinu. Klárlega, og við þökkum bara innilega fyrir í kvöld og segjum bara rock on. Þangað til næst, verið sæl. Lega Serie A presents Serie A Tim. Welcome to the Mapei Stadium for round 22 of the Serie A season. It is Sassuolo against Atalanta for you. I'm your match commentator Richard Whittle. Sassuolo have been climbing away from the drop zone, suffering just 1 defeat in the last 5 along the way. They won here against Inter and drew at Roma. But they face an Atalanta